Já, velkomin á Frelsi TV. Ég var að rífa mig frá popcorninu með börnunum. En þetta er þátturinn Sturlunga 2.0 og það er þáttur í framhaldi af stofnun hópsins og vegsins Íslenskir víkingar. Og það er svona fólk að tínast inn á þá ágætu veggi mína. Hérna er þess að opinn hópur Íslenskir víkingar. Og það er nú að tínast inn eitthvað fólk og eitthvað umræður að byrja hér. Og í sjálfum sér er þessi hópur ágætis grunnur undir það sem ég geta rætt kannski hérna. En ég sé að kóngsins nýðingar var laðist inn á rásuna mína og hort á þessa yfirlýsingu sem ég gaf í dag. Það sem er að raða inn dislike eins og mér sé ekki saman það. En ég ætla nú bara að byrja aðeins á því að ræða málana sem að er Kópavogsfundurinn 28. júlí 1662 28.07.1662 fyrir talfræðingana. En þetta er í kjölfar annars valdaráns sem var 1262, það var svona meira samningsbundið valdarán. Það var gengust á hönd eða svona lygasagan það er allavega öðruvísi heldur en hinn lygasagan. Þetta er náttúrulega allt saman meira og minna falsað og upplogið og tómt kjaftaði. Árni Magnússon gekk hérna 1662. Þá rænir danski konungurinn völdum á Íslandi. Og þessi gaur gengur hérna landið og rænir öllum handritum og sögunni og öllu, 16, kringu 1700. Og og síðan var svo hentugt að það brann hérna 1728 brunnu þau handrit sem óþægileg voru konungi eða þessari elítu, hvort sem að hún heldur til í einhverjum frímúrarahúsum eða í kirkjum eða á kömrum eða skiptir raun engu máli hvar þessi félagsskapur heldur til. Þetta er alltaf sömu nýðingarnir. Þetta er fólk sem að telur sig vera alla aðra hafið. Það telur sig að vera einhverjum guðlegum eiginleikum og þeir eru alltaf að sölsa undir sig allt land. Það er það sem að kirkjur eins og kaþólska kirkjan og lútherska kirkjan og allar kirkjur og kóngaveldi eiga sameiginlegt að þau sölsa undir sig land. Og það er í gangi á Íslandi bara hér og nú. Þá er nýjasta trúarstofnun nýðinga eru Sameinuðu þjóðirnar. Og þeir eru búin að merkja sér svona land sem þeir ætla að yfirtaka með hervaldi. Og inn á þetta land fer engin íslenskur víkingur fer inn á þetta svæði lifandi eða kemur út af því aftur lifandi. Hérna verður bara svona Hunger Game.
ástand. Það kom bara hlaupandi vélbyssugaurar frá Sameinuðu þjóðunum og drepa þig og rambar hann inn á þetta svæði. Og hérna eru mellur konungs eða wannabe og allir vilja mæta hér í þetta hóruhús. Þetta er hóruhús konungs. Ef að þú vilt totta sprellan á konungi þá þarftu að komast í þetta hóruhús. Það er eiginlega, hann er ekkert í viðskiptum við neina aðra heldur en hórurnar sem eru þarna. Og þarna bíða menn í löngum röðum að fá að totta kóngsins sprella. Og íslenskir víkingar sem eiga Ísland, það er okkar land, þeir hérna eru orðnir svo ruglaðir af Disney vellunni og Hollywood heilaþvettunum að þeir vita ekki einu sinni hverjir þeir eru, hvaðan þeir koma né hvert þeir eru að fara. Þetta eru bara svona hringlandi gólem sem að hlaupa Austurvöllin bara eins og einhver monster eða einhver alifuglafénaður sem bara hleypur svona í allar áttir ef þú sleppur hann út, sko. Og það er óbúslega sorglegt, sko. Og þegar ég var í skyndihjálp í gamla daga eða svona í sundnámi, þegar vorum að læra marfa þannig á þetta, maður stundar marfa, meira bulli. Þá vorum að læra svona björgunarsund og þá sagði kennarinn við okkur að ef að þið ætlið að bjarga drukknandi manneskju og hún er í drukknunar ástandi, þá verður að passa ykkur þegar þið syndið upp að manneskjunni að vera viss að geta yfirbugað hana, annars er hætt á því að báðir drukkni. Og það er í sjálfum sér ástandið á gólumunum á Íslandi. Og það er þeirra ástand. Og þegar maður reynir eitthvað að bjarga þeim þá eru þeir eiginlega bara hálf hættulegir, sko. Það er bara að passa sig á því að synda upp að þessu fólki. Það er svo drukknandi. Að en ég ætla að leika það eina sem að fólk skilur í dag eftir Disney heilaþáttinn. Fólk skilur ekkert nema bíómyndir, sko. Og en er ég með tvær pillur, einu rauð og einu blá. Og ég ætla að bjóða þér að velja núna. Veldu bláu pilluna og farðu og horfðu á Kastljósið og RÚV og Vísir og Morgunblaðið. Og taktu þetta val núna. Taktu bláu pilluna eða pennan, þetta er penni. Taktu bláa pennan og farðu og highlightaðu í mokkanum og stundinni og kjarnanum og
Kvennablaðinu, Vísir og Fréttablaðinu. Eða hitt tilboðið rauði penninn. Og rauði penninn, þá kemurðu með mér og öðrum íslenskum víkingum inn í veruleikann, raunveruleikann. Og eina sem ég get boðið er raunveruleikinn. Í sjálfu sér hef ég ekkert upp á neitt annað að bjóða. Og fólk hefur verið að spurja mig í dag, hvað á að gera næst, Axel? Hvað á að gera núna? Ætlar þú að vera forseti? Hvað ætlar að gera núna? Hvað á að gera núna? Þetta er dæmi illa skemmt gólem sem að konungsveldin og páfarnir hafa stór skemmt. Þetta er drukknandi fólk og í því samhengi mjög hættulegt fólk að mörgu leyti. Það er sjálfsögðu umræða hvort að einhverjum beri skylda til að bjarga einhverjum öðrum. Það er kannski svolítið önnur umræða. En ég ætla að fara yfir aftur þennan grunn sem ég er að leggja fram. Ég átta mig á því að það er erfitt að kyngja öllu sem ég er að segja bara því svona. Og ef ég ég reikna með því að þið sem að völdu bláu pilluna síðan einfaldlega farin aftur að horfa á Kastljós eða fréttirnar eða hvað hirðfíflin hjá konungi er að bjóða upp á í kvöld eða annað kvöld eða hvernig sem þið horfið á þetta. Að þeir sem eru að horfa á mig hafa væntanlega tekið það val nú þegar. En ég kynnti hérna áðan sem sagt aftur, ég hef sett þetta áður fram. Þetta er á blogginu mínu frelsitv.com. En hérna er sem sagt kletturinn, eða grunnurinn undir líf víkinga. Ég er ekki að boða samfélag eða annað hópista drullumall. Og þeir sem að vilja halda áfram að veltast í hópista konungsins, hópisma konungs, þeir velja þá bara bláu pilluna og góða ferð með það. Látið hérna dauðu grafa hérna dauðu, sagði einhver meistari. Grunnur Íslendinga. Fólk er strax farið að spyrja, ertu ára hlynntur fóstreiðingum eða móti fóstreiðingum? Hvað er þín skoðun á bara, þú veist, þeir sem eru í þessu ástandi eru alveg hjartanlega velkomnir á live útsendingar og einhverja svona alls konar útsendingar, en fólk í þessu hugarástandi hafa lítið að gera þeir hafa tapað íslenska víkingnum í sér og eru bara þvælast fyrir hérna sko. En ég hef lýst því áður í djúpköfunum og víðar að lykillinn er að líf hefst við getnað. Ég ætla ekki að fara yfir það í smáatriðum. En ef að einhver vill ekki að líf hans sé tekið bara eftir geðþótt einhvers annars, þá
verður sá sami að virða það hjá öðrum. Og það er grunnurinn á öllu. Og grunnurinn að blekkingum sem að fólk lendir í aftur og aftur og aftur og hleypur í hringi eins og nautheimskir fávitar í hringnum og hlaupa á eftir rauða flagginu. Til þess að koma á þessu ástandi sem við erum í, það sem eru faraóar og þrælar og Rómakeisarar og kóngar og drottningar og páfar og allt þetta, þá verða þeir að ná að blekkja því hérna. Hérna byrjar blekkingin. Og hérna byrjar blekkingin og ég fyrsta greinin hafnar öllu krukki með þetta hér, sem að þýðir að ef að einhver tekur sægót af einhverjum, já, þá hefur hann í raun tapað sínu eigin sægóti. Það er bara þannig. Eign er óskerðanleg og þegar að sáðfruma og egg renna saman við sægót, þá eignast það líf eina frumu. Þetta líf sem myndast við samruna tveggja lifandi frumna, það eignast eina frumu. Og síðan tvöfaldast sú fruma og það er margfaldast og lífið hefur eign yfir öllum frumum sem myndast út frá þessari fyrstu frumu. Þetta sægót líf. Sú eign er óskerðanleg. Að ég get ekkert farið bara og skorið hendina af einhverjum og látið að fá sömu þyngd í kjöthakki, sko, frá kálfum eða lömbum eða minkum eða einhverju. Það virkar ekki þannig, sko. Og sama er með alls konar blekkingar og fleira slíkt. Þeir sem að eru í, að segja sagt, segjum að tveir íslenskir víkingar geri einhvers konar samning eða eru einhvern veginn í viðskiptum sín á milli, þá ef annar leynir upplýsingum eða þá er það þjófnaður líka. Og ekki vera að spamma við með í útsendingu. Og það er þetta með eignina að það er ekki hægt að snerta við henni. Og enginn má gera öðrum mein, er í raun það sama. Og það er svolítið svona sjálf útskýrt og er kannski svona bara undirstrikun undir þetta. Og síðan er það 4. greinin. Enginn má innheimta skatt með valdi eða ofbeldi.
Og öll þessi vandamál sem í gangi byrja með innheimtu skatta og tolla og gjalda og fleira slíkt. Og þetta svona grunnkonseptin unnin upp úr mínum pælingum og rannsóknarvinnu eða hvað vil kalla mínu ranti eða hvað þetta heitir. Og það talað það að heróín og krakk, skildu mig, ég hef aldrei notað eiturlyf þannig ég þekki það ekki, en ég hef séð fólk í þessu ástandi og við vitum að fólk sem í þessum sterku eiturlyfjaefnum að það tapar allri stjórn á lífi sínu. Það neytir allra ráða til þess að geta fengið fixið sitt. Og og við vitum að umboðsmenn konungs, níðingar konungs, þeir eru mjög iðnir við að dreifa þessu eitri í íslensku víkingana. Og það sem að sko, þeir byrja á því að með bíómyndum og Disney drullunni, þá byrja þeir að freista barnanna að fara í eiturlyfin og það notuð ákveðin þjóðfélagsverkfræði til þess að skemma fólk með því. Og valdafíkn verri fíkn heldur en fíknin sem myndast við heróínnotkun eða krakknotkun eða hvað þetta heitir, þetta drullum allt saman. Að sú fíkn verri. Þannig að þegar við erum að horfa á fólk í hóruhúsi konungs, þá það nú eiginlega bara hálf sorglegt að horfa á þessar mannverur í þessu ömurleika ástandi. Og ég hef eins og með drukknandi manneskjuna, þá þarf maður að passa sig á þessu fólki sem að húgt á kontrólisma og hópisma og að valda sjúkt fólk. Það mjög hættulegt fólk, sérstaklega ef það í miklum hópum, þá það ennþá verra viðuregnar. En þetta fólk sækir mjög stíft í að fá vinnu hjá kóngi við að tóta sprellan á kónginum og það þeir sem að vinna í hóruhúsum með mikið kaup og margir að vinna í hóruhúsum af því þeir að fjármagna eiturlyfja fíkn sína í einhverja líðan. Sama með þetta fólk og fleiri. Þetta nú bara þessi mynd kom út í dag og mjög lýsandi. Þetta fólk haldið mjög sterkri valdafíkn. Og þetta fólk kemur í sjálfum sér íslenskum víkingum ekkert við. Þetta fólk hefur engin völd yfir íslenskum víkingum frekar en þeir vilja.
Þetta fólk stundar skipulagða glæpastarfsemi. Það stundar og þá er ég ekki að draga neinn undan, skilurðu. Það eru bara allir undir þessa sökina seldir sem eru í þessari kontrólisma neyslu, sko. Þeir eru allir undir sama hatt seldir. Og blápillungar eru vonandi bara farnir, þannig ég þarf ekki að útskýra hvert einasta orð og verja mig fyrir svona hengilshætti og heimsku. Og þetta er athyglivert rit Protocol of the Lord Elders of Zion. Og hér er mjög merkileg athugun á manneskjum almennt. Þess skal getið að menn með slæmarætlanir eru fleiri heldur en þeir sem eru með góðar áætlanir. Og þess vegna er besta aðferðin til að stjórna þeim með ofbeldi og hryðjuverkum, en ekki með viskufullum samræðum. Allir menn stefna að völdum. Allir væru til í að vera einræðisherrar ef þeir bara gætu það. Og sjaldgæfir eru þeir menn sem eru tilbúnir að fórna eigin velferð til að tryggja velferð annarra. Og þetta hús fyllist af fólki sem fellur undir þessa skilgreiningu. Ég veit ekki hvort að þeir sem hafa verið að mótmæla eru allir staurblindir. Voru heimskingjarnir ekki niður á Austurvelli? Veit enginn hvað þetta er. Þetta er ekki lakkrís eða brjóstsykur. Skilur enginn hvað þetta er hérna? Í alvöru? Þú veist að þetta er skorsteinn, eða ekki? Hérna er fánastöng, fattið það. Hérna er gluggi, sjáðu. Hérna er stjarna. Og hérna er korona. Er þetta eitthvað rosalega flókið eða? Og þessi blekking sem þeir kalla stjórnarskrá er byggð á blekkingum, sko. Sjá hérna, já, þetta virkar. Ég sýnir mér. Hérna er gagnið sem að þessi skipulögðu glæpasamtök starfa eftir. Þetta er Alþingi, sem er þetta hús með kórunum á, áttu ykkur á því. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.
Sko, þetta kemur íslenskum víkingum ekkert meira við heldur en bara starfslýsing forstjóra hjá Badda bílaverkstæði, sko. Sko, Baddi á Badda bílaverkstæði, hann getur í sjálfum sér bara farið að skipta dekk á bílnum þínum og bóna hann og gera við hann og koma svo að handrukkað einhverja upphæð fyrir það. En það er kriminalt. Hann getur alveg gert það, sko. En það gerir það ekki rétt. Þótt þú getur gert eitthvað og jafnvel komist upp með það, þá verður það ekki rétt fyrir það. Það stenst enga lógík. Endar sáuð í prótókólum þessara öldunga að þeir tala það að það sé ekki hægt að stjórna fólki með lógík eða með lógískum hætti. Heldur þarf að beita ofbeldi og hryðjuverkum. Og það er það sem er í gangi. Og þess vegna er alltaf farið með börn yngri og yngri í dagheimili eða leikskóla og skóla og í þessa ofbeldismótun. Leikskóli og skóli eru ofbeldisstofnanir. Þar eru stundaðar pyntingar daginn út og daginn inn og frelsissvipting á mjög ungu manneskjum. Og sko, ég meina, fangelsi, fólki sem er refsað með að fara í fangelsi, ég meina, þú getur ekki sagt að þetta er engin refsing af því að þeir hafa það svo gott og það er sjónvarp og þeir eru með tölvur og góða mat og svona. Það er nefnilega ekki refsingin, sko, í fangelsi. Refsingin með því að setja fólk í fangelsi er frelsissviptingin. Að þú getur ekki farið í bíó, þú getur ekki farið þarna eða gert hitt og þú ert í ákveðinni frelsissviptingu. Og það er refsingin með fangelsi. Og lærdómur eða skóla pyntingabúðir eru frelsissvipting. Að börn eru sett í fangelsi nánast bara við fæðingu sem er, sko, það er ofbeldi. Og það er sem sagt hreint ofbeldi. En þannig eru nú svona tarteringarnar við að viðhalda svona svartholi eins og Ísland er í dag. Íslenskir víkingar eru fastir í svartholi andskotans eða konungana, hvað vill kalla það. Og þar hlaupa þeir bara fram og tilbaka í fangagarðinum og er einhvern veginn svona að rífast hver fær hvaða klefa og eitthvað svona, hver fær mesta sígarettum og það er eitthvað svona viðskipti í fangelsinu. Og það er staðan á Íslandi í dag. Ísland er undir valdi konungs og það er ekki alveg ljóst hvaða konungur þeir virðast svissa svolítið á milli konunga. Það er á Sturlungaöld þá var þetta Noregs konungur sem var að eltast við okkur. Og síðan var það Danakonungur sem tók yfir 1662 og
Svíakonungur held ég hafi nú ekki verið mikið að þvælst, en þetta hefur gengið á milli Noregskonungs og Danakonungs. Og það virðist vera núna, við sjáum að áróðursmellur konunga á Norðurlöndum, Noregi, Svíþjóð og Danmörku, að þeir hafa farið með full FM fram til vondra verka, sko. Og hérna og það eru þetta virðast vera ert þú þáttastjórnandi hérna eða hvað? Sko, ef menn ætla að vera með einhvern dónaskapinn, þá geta þeir bara étið það sem út er frí, sko. Ég nenni ekki einu sinni að svara álitum, sko. En hér börðust höfðingjar landsins á banaspjótum yfirráð yfir landshlutum eða landinu öllu, segja þeir hérna. Og við erum í sams konar baráttu núna. Það er barátta Ísland núna. Nákvæmlega sama hátt og var á Sturlungaöld. Og hérna er það dæmi, sko. Og ég er svolítið að endurtaka mig með sumt, sko, en ég er að taka þetta út frá því núna að það er Sturlungaaldar ástand á Íslandi og fólk, íslenskir víkingar, sem við getum kallað á það lengur, þeir eru svo steiktir og steiktir í hausnum að þeir sjá ekki einu sinni að það er verið að taka undan þeim landið. Sko, ef að þið er einhverjum vafa mikilvægi þess að íslenskir víkingar eigi Ísland, þá mæli ég með að þið bara spjallið við þá í Palestínu hvernig það er þegar að koma svona landaræningjar. Og það vill nú svo til að sá sem að startar þessu partíi í þessu hóruhúsi hérna, hann býr aðeins lengra. Hann býr aðeins þarna lengra til hliðar, eða sérst, hvað er þetta ekki í? Hann býr aðeins sunnar með sjónum. Sá sem startar hóruhúsinu einu svona ári held ég hann gerir það. Þá startar hann starfsemi hóruhúsins hérna. Og það er svo mikil tilviljun að þessi níðingur konungs er giftur hersetu stríðsglæpa þjóðarmorðingjum í Palestínu. Og það hlýtur að vekja hjá manni ákveðnar spurningar. Og það er meira að segja búið að teikna upp, sko, hvaða land á að taka. Það er bara hérna in your face, sko. Og það skyldi þó ekki vera að það séu sömu aðilarnir sem að gáfu einhverjum liði bara landið undan Palestínumönnum. Hverjir voru það aftur sem gáfu landið sem að þetta fólk átti, og það var meira að segja með pappíra upp á það. Og það er náttúrulega búið að búa þarna í árhundruð. Það eru Sameinuðu þjóðirnar.
Þannig að sömu aðilarnir og hafa yfirtekið það landsvæði með þjóðarmorðum og stríðsglæpum og endalausum hryðjuverkum og með versta viðbjóð sem að mannkyn getur hugsað sér. Sömu aðilar ætla að fara að setja upp einhvern þjóðgarð á Íslandi. Ja, þetta er bara svona þjóðgarður. Ekkert í gangi hér, sko. Þetta er bara svona þjóðgarður, sko. Og þá spyr maður, já, bíddu, hver ætlar að og hver fær yfirráð yfir þessum þjóðgarði? Já, það eru Sameinuðu þjóðirnar. Já, eru það sömu og gáfu stríðsglæpafólki Ísrael? Og og það er að gera að gefa þeim hluta af Íslandi, eða ekki? Ég sé að það eru einhverjar kóngahórur hérna á spjallinu hérna. Ég held að þeir væru búin að taka bláu pilluna og farnir að horfa á Kastljós, en það er sannleikur misskilningur. Ég sé hérna ég er farin að fá alls konar dislike og menn eru farnir að rífa meiri kjaft við mig, sem er í góða lagi. Mér er alveg sama hvað kóngahórur eru að gera eða æsa sig, það skiptir mig engu máli. Það er bara fólk, hver velur lífstíl fyrir sig, sko. Og það er bara þannig, sko. En ég tel að það sé orðið nokkuð ljóst að hér er meiri háttar sturlunga dæmi í gangi. Og við sjáum að hérna er fólk að tala að taka einhverjar ákvarðanir bara því að erlendum fjölmiðlum finnst þetta eða þeim finnst hitt. Þess vegna bara og sem skiptir engu máli. Ég meina, þetta er allt saman í konungs eigu. Konungurinn á þessi fyrirtæki sem innheimta hérna skatta og tolla. Konungurinn á forseta Íslands fyrirtækið. Konungurinn og hans mellur eiga allt þetta drasl og það er allt í lagi. Ég virði alveg eign. En það er eins og þegar þessi fyrirbæri eru farnir að stunda skipulagða glæpastarfsemi, þá breytist svolítið tónninn með það, sko. Að það er eðlileg sjálfsbjargar viðbrögð að verja sig fyrir skipulagðri glæpastarfsemi. Og í sjálfum sér þótt að ég meina, segjum að Íslendingar verða bara genósætaðir eða það verður ráðist inn í Íslandi eða þessar þotur, þá hlustandi að segja mér að það væru orrustu þotur að sveima í kringum Akureyri, þá var smá ágjör af því. Að þótt að þeir drepi fullt af Íslendingum og sprengi allt í tætlur og drepa fullt af Íslendingum, það breytir ekkert raunveruleikanum. Það breytir því ekkert að Ísland er land íslenskra víkinga. Það er ekkert sem breytir því. Og öll gögn og skjöl og samningar sem að þessir nýðingar konungs hafa gert tilheyra ekki íslenskum víkingum. Það tilheyrir valdaræningjum konungs eða konungi sem valdaræningja og einhverjum fulltrúum hans eða mellunum hans eða hórunum. Það er bara þeirra fíneri. Það kemur íslenskum víkingum akkurat ekkert við. Ég meina, þá geta Íslendingar bara alveg eins og krafa Ísraelsmanna
sem að röng og glæpur gegn mannkyni og stríðsglæpur. En ef að menn eru farnir að gera svona bullkröfur, þá getum við alveg bara gert kröfu að fá Noreg tilbaka, sko. Eða veist, eitthvað svona, sko. Bara Norðmenn vinsamlega farið. Þú veist, ef að menn eru í svona rugl business, þá geta allir verið í rugl business, skilurðu. Og það það sem að öldungarnir í Síon að benda á, að það engin lógík í gangi. Það bara ofbeldi og hryðjuverk. Það það eina sem í gangi. Og þeir sáu fólk var að sitja upp einhverja síðu, Axel, viltu ekki fara í framboð, viltu ekki, farðu nú að hórast, það nú fínt að fara að hórast, maður, farðu að hórast hérna, tóttaðu hérna sprellan á konungi, það nú gott, farið fullt af peningum og völdum og búslega fínt, sko. Ég hafnaði öllum slíkum tilboðum og ég, meðan ég var heima á Íslandi, var svona, viltu koma á þennan framboðslistan eða hinn framboðslistan eða gera þetta og gera hitt. Það kitlaði mig nú svolítið fyrst, sko, en ég ákvað síðan að flytja á landi og vinna þessa vinnu sem ég að vinna hér. Og meistari Guðjón segir að ég sé 1000 árum á undan mínum samtíma, og það þá allt í lagi. Ég þá bara eini eftir standandi íslenski víkingurinn. Það breytir engu. Það ekkert magn, spilar ekkert magn. Ég þá sennilega Davíðinn sem að með einni steinvölu róta Góliat. Og hérna það þá bara þannig. En þessi, já, ég meina, sko, ef að fólk vill vera í hóruhúsi konungs, þá það þeirra val. En það þýðir ekki að nýðingar konungs getur bara farið að nauðga öllum öðrum. Það ekkert samhengi þar á milli, sko. Og það brotnar lógíkin, sko. Ef að þú vilt vera konungshóra, þá það þitt val. Og ég virði það val. En ekki koma grátandi til mín þegar þeir illt í raskatinu, sko. Þú berð ábyrgð á þínu vali, ekki satt. Og ég valdi það að þiggja ekki vinnu í hóruhúsi konungs. Það var mitt val. Og ég ekkert að fá hérna einhver 1,5 milljón fyrir að gera stutta frétt fyrir RÚV, sko, og svo 10 milljónir í bónus frá heimskingjónum, sko. Það ekkert þannig, sko. Og ég meina, ég hef til dæmis ekki getað unnið núna þessa daga meðan þetta að ganga yfir, þannig að ég hefði getað verið að vinna meira peninga á þessu tímabili. Og hérna ég get ekkert vælt yfir því að því að þetta mitt eigið val. En ég bara bend á það að ég litli Davíð með eina steinvölu á móti milljónum og milljörðum, sko. Og þetta þótt að þetta séu peningar, að þá þýða þeir meiri resursa, ég meina, það þá veist, það allt önnur aðstaða. Já, ég sé að Frost alveg að snappa hérna á þræðinum. Ég ekki á neinum bótum í Svíþjóð, ég hef ekki þegið bætur hérna og ekki fengið þær, sko. Halleluja fyrir norræna samstarfinu. Þetta allt saman lygi og blekkingar. En hérna, það annað sem ég ætla að fara að gera líka núna, meira, að það að ignorera heimskikja konungs, sem eru með einhverja svona orðastæla og eru bara ekki að meika neitt sense, sko. Það mér í sjálfsvald sett hvort ég svaraði eða ekki, og ég sé engan tilgang í því að vera svaraði einu sinni.
Það bara þú veist, ég átta mig á því að það ofboðslega leiðinlegur mórall í hóruhúsinu hjá Kongsa. Ég veit að öllum hórum líður ofboðslega illa og þótt að kaupið sé hátt. Það áttaði mig alveg á, sko. En ég get ekki látið minn hugsunarferil eða byggt það sem ég að gera á einhverjum særindum í rassinum hjá konungshórunum, sko. Þær verða þá bara að hætta að hórast, sko, og láta sárin gróa, sko. Og það sem ég hef verið að lýsa eru lífið, það svo fyndið að horfa á Austurvöll af því að hann svolítið eins og Colosseum, það sem þeir byggðu upp nautaatið, sko. Þarna eru nautaatin bara hirðfífl konungs eru þarna sveifla rauðum fánum og nautin alveg sturluð, sko. Svo á að fara að taka einhverjar stórar ákvarðanir út frá þessu ástandi, sko. Það á að fara að taka einhverjar risa ákvarðanir. Og þarna það sem athyglivert það sem aldrei talað og það sem dímonisera stórlega. Það það sem athyglivert. Og pyntingabúðir konungs hafa farið svo illa með fólk. Ég hef fulla samúð með því. Fólk svo skemmt að það getur ekki einu sinni haldið upp í samræðum. Og það höndlar ekki lógíska hugsun. Það þess vegna sem að hugsun Jesú, eða þessi hugsun sem við köllum Jesú, sagði látið hina dauðu grafa hina dauðu. Og ég bauð ykkur í upphafi, þess að það frostið að brjóta hérna samning. Í upphafi sagði ég, veldu bláu pilluna eða þú sátt eða sáttur við að vera í hóruhúsi konungs. Veldu á bláu pilluna eða pennan og farðu og horfðu á kastljós. Og þannig að í upphafi þáttar voru skilyrðin sett fyrir þessum þætti. Ég sagði við þig, kæri hlustandi, að ef þú veldu bláu pilluna, bláa pennan og farðu að horfa á kastljós ef þú vilt ekki fara út úr þessu hóruhúsi konungs. Ef að þú heldur að vandamálið sé hver forsætisráðherra eða forseti eða hver gerir þetta eða gerir hitt þarna í þessu hóruhúsi, hver þrífur klósettin í hóruhúsinu eða hver framkvæmdastjóri í hóruhúsinu, ef að þú heldur að það sé vandamálið og þú vilt halda áfram að vinna í því að fá nýjan framkvæmdastjóra í hóruhúsi hjá þér, þá hvetið til þess að taka bláa pennan eða pilluna og farðu þangað með blessun minni, sko. Bara bless. Ég blessaði bara í það. En já, fínt ef að þið svarið sjúklingunum á meðan ég í útsendingu. Ég ætla bara að leyfa því að renna ég með einn vandræðagemsa á Facebookinu. Ég þarf kannski að loka henni líka.
En þannig að þið sem eruð að ólátast eins og hálfvitar, heimskingjar, þið eru kóngsins fávitar að þvælast inn á fund íslenskra víkinga og ég talaði þetta reynda strax í upphafi og minntist á þetta yrði hugsanlega vandamál. Að þið eruð í raun að brjóta samning, sko. Af því að ég gerði ykkur það tilboð í upphafi að velja rauða pennan eða bláa pennan. Og þeir sem að vildu velja bláa pennan fara með minni blessun bara að horfa á Kastljósið og allar þessar fjölmellur sem ég taldi upp hjá hirðfíflum konungs. Það í góðu lagi. Ég ekkert að fordæma það. Bara flott hjá ykkur. En þeir sem að hafa valið rauða pennan og haldið áfram hér í þessum þætti, þeir eru að leita að raunveruleikanum. Þannig að þeir sem að hafa valið rauða pennan og láta svo eins og hálfvitar, þeir eru strax búin að brjóta samning, sko. Það fólk getur ekki einu sinni haldið samning í 5 mínútur. Einfaldan hluti. Og fólk getur ekki haldið lógík í 3 sekúndur, sko. Og ég átta mig á því að þetta er mjög sárt og ég meina að vera drukknandi manneskja er mjög erfitt og mjög sárt. Að vera í hóruhúsi þar sem að verður að níðast á manni daginn út og daginn inn, jú, maður fær fullt af peningum, húrra, húrra fyrir því. Það er óbúslega ömurlegt líf, ég átta mig á því. Og ég hef fulla samúð með því. En leiðin út úr því er ekki að skipta herbeggi í hóruhúsinu eða fá ný sængurföt í hóruhúsið eða hvað þið vilja kalla það. Það er ekki lausnin, sko. Og það er það sem ég er að benda á. Að það er komin tími til þess að íslenskir víkingar hætti öllum viðskiptum við þetta árans hóruhús konungs sem er við Austurvöll. Og aðeins sunnar með sjónum. Sittur aðalverkstjóri konungs og níðingur. Hver byggði þá staði þar? Það voru ekki Íslendingar. Já, ég sem þrælar náttúrulega. Sko, þú leysir ekki vandamál í raunveruleikanum í tölvuleikjum. Ég held að það sé ekki hægt allavega. Og fólk virðist vera einhvern veginn svona að reyna að spila sig út úr vandanum í einhverju svona Disney tölvuleikjum. Það er bara heimska, eins og ég hef alltaf verið að segja, það er bara heimska. Á meðan þú ert í tölvuleiknum, þá ertu allan tíman að leysa vandamál. Tölvuleikur snýst það að leysa vandamál eða bregðast við situasjónum. Ég átta mig alveg á því. Ég hef spilað tölvuleiki. En hins vegar þarf það átta á því að það sem að gerist í tölvuleiknum breytir ekki endilega stöðuðinni í raunveruleikanum. Stundum gera það, sumir græða fullt af peningum á því að vera í tölvuleik. Ég vona að útrústnúningar konungs séu farnir í burtu, sko. Þið sem að lifið á einhvern svona heimskulegum útrústnúningum og eins frasa vísdómi, ykkur var boðið að velja bláa pennan. Þannig að þið eru ekki einu sinni velkomnir í þennan hluta þáttarins. Í þessum hluta þáttarins eru þeir sem að tóku rauða pennan og gengust inn á þennan samning að leita raunveruleikanum og leysa þessi vandamál í raunveruleikanum. Það snýst rauði pennin. Ef þú vilt velja bláa pennan, bara go for it. Það er ekki mitt vandamál. Sko látið, ef ég vitna í Jojo Boy, eða hvað ég vilja kalla hann, Jesú, kalla sumir hann, eða Jósúa, eða skiptir ekki máli hvað þú kallar hann. Hugsunin,
þessi hugsun skiptir ekki máli hvaða nafn þú setur við hugsunina, bara hugsunin sjálf. Þessi einfalda hugsun, láttu hina dauðu grafa hina dauðu. Fylg þú mér. Það valið sem ég að bjóða þér áðan. Ekki fylgja mér, skilur, fylgja þessari hugmynd, sko, ég guðanabænum ekki elta mig. En þetta sem ég að leggja fram, að fylgja því eftir. Og ég bauð þér í upphafi að fara bara að halda áfram bara í dauðanum og láta dauða grafa hérna dauðu. Það þið var boðið það. Og þú sumir hafa eflaust þegið það og eru að horfa núna á Kastljós eða eitthvað. Eða heyri Fífl konungs með einhverja sýningar og bara góðu lagi með það. Þeir sem völdu rauðapennan eru í álfurinn að leita að ykkur. Og þetta sko fólk að spila einhverja skák, sko, og svo kemur maður að segja heyrðu, skákborðið alveg lengst þarna, sko. Veistu hvað þú að spila hérna einhvers út á túni? Já, ég að spila skák, sjá, ég með rók og peð og kók og kankja. Svo fólk að spila bara einhverja skák út á túni. Fólk veit ekki eins og hvaða hús það fólk að segja, já, krónan ónýt, kjörin svo vond, vöxtin svo háir og allt svona sem stýrt upp í Seðlabanka af alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem stæðsta mafía heims og sterkasta. Og svo fer fólk niður á Austurvöll og mótmæli fyrir framan hús með kórónu konungs á því og býður svo eftir nýðing konungs, já, hann að koma núna, hann hérna yfirtóttarinn að koma, já, við erum að býða eftir hvað yfirtóttarinn segir. Hvað ætlar yfirtóttarinn að gera? Já, hann svo yndislegu kallan hérna yfirtóttari, sko, hann svo yndislegur, hann yfirtóttari. Já, ætli ég fá að totta núna eitthvað? Ætli ég fá að totta á honum sprellan svolítið? Haldið þið það? Og ef ég kyngi öllu þá hann voða ánægður með mig. Þá fá ég bónus. Já, ég fæ bónus, sko. Já. Og ég fæ að nota sturtuna fyrst til þess að þú á mig raskandi. Já, það eru kjörin, sko. Já, hann að koma núna, víst. Hann að koma bara með flugi frá Ameríku. Já, hann var bara í Ameríku. Já. Prjóna sokka held ég, eða smokka, ég veit ekki, eitthvað. Já, hann var bara þar, sko. Já, það bara tilvíðun, sko, að orrustuþotur frá einmitt Ameríkunni líka að sveima hérna yfir, það bara tilvíðun, sko. Hvað haldið séu mörg gólem sem hafi hangið eitthvað yfir fyrstu 10 mínútur. Já. Já. Allir mega hafa sínar skoðanir. Allir mega hafa sínar skoðanir, sko. Það ekki? Ekki kalla fólk fífl og fávita sem ekki hefur sömu skoðanir og þú. Ekki gera það, sko. Fuck you bara. Ég kalla bara alla
eins og þeir eru. Ef ég sé fjall þá segi ég: "Nei, sjáðu þarna er fjall." Og hvað? Ert þú með einhverjar aðrar skoðanir þá eða? Nei, þetta er skóta. Þú veist, ha? Það er sko Já, viðkvæma liðið þarf þá bara að velja bláa pennann og fara að totta hann, sko. Það er væntanlega mikið betra heldur en að horfast í augu við raunveruleikann. Já, aldrei ég hefði átt góðan leikferil, Frosti. Já, já. En við erum sem sagt hérna í miðri Sturlunga baráttu. Við erum í Sturlunga ástandi aftur á enn og nýbúnir og eina ferðina enn. Og það er búið að forheimska íslenska þeir sem áður voru íslenski víkingar eru orðnir svo heimsk gólem í dag að þeir vita ekki einu sinni hvar vígvöllurinn er, sko. Þú sér bara einhvern gaur niður á Austurvelli bara spila með fótbolt eitthvað svona gól, bara spila fótbolta og svo fer að spyrja hann, hvað ertu að gera? Já, ég er hérna að spila fyrir landsliðið, sko. Nú. Já, við erum hérna að vinna í Laugardal, sko. Já, en þú veist það vart á Austurvelli. Nei, ekki vera svona leiðilegur, ég má hafa mínar skoðanir, maður. Ókei. Og hvernig er staðan þá núna? Já, ég var náttúrulega að skora hérna 18 mörk, sko. Og ég hlýt að fá bikarinn fyrir besta leikmaður leiksins, sko, eða ekki? Jú, það er þín skoðun. Þú mátt alveg hafa hana, skilurðu. Gjörðu svo vel. En kannastu við konsept sem heitir Laugardalsvöllurinn? Þar sem að landsleikurinn er í gangi akkurat núna. Nei, ekki vera svona leiðinlegur. Hvað ertu að segja? Ég sé ykkur hálfvita eða eitthvað? Nei, ég bara benda á þessa einföldu staðreind, sko. Að það er ekkert, þessi leikur er ekkert einu sinni í gangi hérna á Austurvelli. Nei, come on, sko. Þú getur ekki talað svona við fólk, sko. Hver heldur að þú sért eiginlega? Ding, ding, ding. Allir voru viðkvæmir. Eru þið alveg búin með vaselínið eða hvað? Er konungur alveg búin að klára á ykkur vaselínið, greið mín? Hérna þessar hórur sem að vinna þarna í hóruhúsi konungs eru í þessu ástandi að það er meiri fíkn heldur en verstu fíkniefni sem við þekkjum. Það er ástandið á þeim hórupakka. Og ekki það ég hafi neitt á móti hórum, political correctness kjánanir fá nú ekki flog. Það er náttúrulega bara ein atvinnugrein, eða reyndar er það ekki, það eru mellur, sko. Hórur eru giftar konur sem halda fram hjá, eða kallar, það skiptir ekki máli. Hórur getur verið kallar líka. Það er fólk sem að hórast fyrir utan samning sem kallast hjónaband. Það er skýrgreining á hóru. Og við erum Íslendingar, við erum íslenskir víkingar og við eigum Ísland. Ísland er okkar land og það er eign íslenskra víkinga og
við höfum hefðir víkinga sem að voru fyrir valdarán, konunga uh, Skandinavíu, það nú helst þeir sem hafa verið hérna að vesenast. Og já, ég var spurður í dag hvort að þessi íslenskir víkingar væru nasista konsept. Það voru víkingar nasistar. Þegar þeir fóru út í bátunum, þegar í útför víkinga, var það Holocaust. Þú veist, heimskan nær svo miklum hæðum á hverjum degi að maður bara hélt að var ekki hægt að toppa heimsku fyrri dag, sko. Ég hélt að væri bara ekki hægt, sko. Og hérna og þannig að Ísland aftur undir árásum skandinavískra konunga. Ég mun fjalla þessi mál á ensku rásinni og óska eftir að upplýsa okkar víkingabræður í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Sérstaklega Noregi. Og hérna, það hefur töluvert að Norðmennum haft samband við mig í gegnum tíðina. Þeir hafa mikinn áhuga á því sem ég verið að fjalla á ensku rásinni minni. Þeir skilja nú ekki íslensku lengur. Og hérna, Norðmenn eru nefnilega í mjög mikilli kúgun undir Norðmenn og Svíar eru undir meiri konunglegri kúgun heldur en Íslendingar hafa nokkuð tíma verið. Og þess vegna veit ég að Norðmenn horfa mikið til þess sem að ég að gera og Guðjón hefur verið að gera og Þórdís og ég gleym alltaf nafninum á hérna, þetta bara eitthvað, setjiði nafnið á hana sem fór með ykkur hana niður eftir, ég gleymi alltaf. Hérna, sem fór með ykkur niður í Þjóðskjalasafn, Guðbergur og nei, eða það ekki Guð, setja það inn, ég manna ekki, fyrirgefðu, nafnið þetta bara í einhverju lúppu, eða í einhverju svartóli, ekkert persónulegt, sko. En sko, ég trúi því að þetta sem að við höfum verið að vinna, sérstaklega við fjögur, verið þess að vinna og þessi ágæti maður sem Sigurgeir, já, fyrirgefðu. Ég að sitja hérna miða hérna með Sigurgeir nafninu á. En þið vitið sem þess að þegar ég gleymi nafninu næst að hann heiti Sigurgeir og fór með á þessa frægðar för niður í Þjóðskjalasafn að skoða klósettpappírinn sem að nýðingar konungs skeina sér á eftir þjónustu konungshórana. Og hérna þessi og svo náttúrulega ég held að við Guðjón höfum nú farið fremstir í flokki með þetta á aðeins ólíkum áherslupunktum en við höfum farið fremst í flokki með þessa vinnu. Og hérna Norðmenn, sérstaklega Norðmönnum mun húkra eftir þessum lausnum sem við erum að vinna hér. Og ég mun hugsanlega koma fram með þetta á norsku líka. Og ég hitti hérna í Svíþjóð, þá hitti ég nú einn ágætan náunga sem að hérna mikill svona áhuga maður íslenska söguarfleifðin og þetta og ég var að segja við bless, þetta allt sem að falsa því honum Árna Magnúsinni, ekkert að marka þetta.
aldrei heyrt þessa hugsun áður, sko. Hann var bara að lesa þetta eins og Biblíuna, sko. Þetta var bara meitlað í stein einhvern veginn, sko. Þannig að hann hafði mikinn áhuga á að heyra og hvað meinarðu? Hvernig er þetta þá? Og ég kynnti fyrir honum þessa pælingar okkar að þetta væri sem sagt 1662 hefði konungur rænt völdum á Íslandi og fljótlega upp úr 1700, svona í kringum 1700 þá hafði þessi níðingur riðið sveitir landsins og stólið sögunni og brennt það sem ekki hentaði og endur skrifað hitt og falsað. Og Íslands klukkan er nú nýrri útgáfa af sögufölsunum og konungurinn í Noregi náttúrulega gaf þeim sögufalsara Nóbelsverðlaunin fyrir velunnin fölsunarstörf og ég hef ákveðið, þetta getur verið svona crowdfunding hugsanlega, ef að ég fæ stuðning þannig ég get lifað á þessu sem ég að gera þá hafði ég hugsað mér að skrifa bók sem að heitir Íslands krukkan. Ég ætla að skrifa bók sem heitir Íslands krukkan. Og krukkan er þá þessi líkkrukka. Það veist þegar fólk deyr og er cremated þá er það sett í svona krukku. Og Íslands krukkan er þess slags krukka þar sem að handritin liggja brunnin í söguarfurinn fór í gegnum líkbrennslu sko. Það er ákveðin tegund af holocaust náttúrulega ekki satt. Burnt offering eða brenni fórn. Og þannig að þetta er það sem að við Guðjón töluðum í síðustu djúpkofun sem var á ensku að þetta er spádómurinn ljósið úr norðri. Það er þessi vinna sem við erum að vinna hér. Og er það svona þín Mein Kampf. Akkur eru kjánar, já ég segi ykkur þetta aftur, akkur eru kjánar hérna ennþá á ferð, hvað í gangi? Skilduðu ekki samningin í upphafi? Vita menn ekki hvað Mein Kampf er einu sinni? Það er, reyndar er það, það er eitt af því sem er dímóniserað gríðarlega mikið af konungsnýðingunum. Það er að leita í veruleikann. Fólk sem að stoppar við og segir, heyrðu, við erum íslenskir víkingar. Við höfum erft Ísland, það er okkar arfur. Og hvað eru þessir konungsfurðufuglar að segja okkur, sko? Þetta er bara líga fávita vitleysa sem verður að bjóða upp á hérna. Þetta eru valdaræningjar og landþjófar. Þá er bara, það er einhver hitlerismi og það er bara illir andar og það eru bara svona nornir sem að hugsa svona og veist, í alvöru? Í alvöru? Er möguleiki að keyra nornaveiðar 2016? Ég meina það er keyrt í Guantanamo, það er verið að brenna fólk lifandi af því að það er einhvers konar nornir. Þú veist, ert þú ekki bara í nornaveiðum daginn út og daginn inn? Og að tala við þessa bláu pillinga sem að hafa hangið hérna inn eitthvað. Sko, já, ég ætla að horfa eitt. Það er eitt atriði sem ég ætla að tala um. Það er það er þeir sem að fara í lögreglubúning og herbúning fara síðan að beita ofbeldi eða drepa fólk hjá þeim. Að þeir
þeir eru persónulega ábyrgir fyrir gjörðum sínum. Það er enginn pappír eða felubúningur eða stjarna á arminum það breytir engu ábyrgð þína fyrir lífi annarra. Bíddu nú við. Þingfundir, hvar hérna finn ég, já hérna það upptökur, já. Ég nú ekki með hérna einhverjar milljónir, þeir keyptu linsur í Screw-U fyrir 80 milljónir, áttu því, 80 milljónir bara í linsur, sko. Ég nú ekki með eina svoleiðis upphæðir í gangi, sko. Því miður. En ég ætla aðeins að spila hérna Ganni. Ég spurði nú eftir kynjahlutföllunum þarna í þessum þingfundi sem var í gær. Og hérna þetta hóruhúsið, við erum með myndir innan úr hóruhúsinu. Og hérna sjáum við bara seríuna, þá voru þetta kettling þýðir líka huglaus karlmaður, sko. En það var áberandi hvað var mikið af kettling, sko, þetta eru starfsmenn hóruhússins. Þetta fólk eru hórur konungs og þær eru æstar í að totta sprellan á kongi af því að það gefur mesta arðinn. Og hérna þið áttu ykkur á því að þetta sama fólk mætir aftur og aftur og að tala heimilisofbeldi, eineltismál, það þarf að passa upp á einelti og hatursumræða. Sjáu þið andlitið á þessum fábjánum. Takið eftir andlitinu á þeim. Bara horfið á andlitið á þeim. Sjáu þið. Takið eftir bara þetta eru hórunar. Þetta eru konungshórunar sem að tala það þarf að vinna á móti einelti og það þarf að vinna á móti hatursumræðu. Sjáu þið svipinn á þeim. Sjáu þið fyrirlitningasvipinn. Og þið getið hlustað á þetta með hljóði ef þið viljið. Ég hef nú ekki lyst á því, sko. Að sko hórunar meika ekki einu sinni eitt einasta sens. Sko Sigmundur Davíð, ég veit ekki hvort þið vitið það, hann er manneskja eins og þú. Nefna sig ykkur kettlingar að hlusta eða svín, nokkur svín að hlusta. Sko Sigmundur Davíð er manneskja eins og ég og þú. Og út af einhverjum forsendum, hann hefur engin lögbrotið, áttu ykkur á því, sem var þetta fyrirtæki sem heitir Alþingi. Lögin þeirra ekki meira virði heldur en einhverju skeinipappirar, sko. En þetta sama hórunar sem að tala um, það þarf að passa að vera ekki að tala svona vont, fólk verður fyrir einelti og það upplifir það svona og upplifir það hinsegin. En þetta sama lið fer hérna, þetta er eitthvað frósið hjá mér. Það fer hérna bara í röðum og hellir sér yfir Sigmund Davíð. Ég ætla að slökkva á þetta tekur niður bandvítan hjá mér. En þarna horfði ég á þetta í gær og ég var bara orðlaus. Ég skil að hórum líður yfirleitt mjög illa og eiturlyfja neytendur og þeir sem áttu að þetta fólk sko með versta eiturlyfja ávanan sem valdagræðgi og valdafíkn og allt þetta, eða kontrollismi og allt þetta. Af hverju koma þessar manneskjur sem að tala allt þetta heimilisofbeldi og
og vinna gegn þessu ofbeldi og einelti og öllu þessu. Af hverju haga þær sér svona? Ég meina horfið á þetta og horfið á andlitið á þeim bara þú veist, bara svona viðbjóður, sko. Og það var svona sem að nornaveiðarnar voru framkvæmdar. Það er svona sem öll genósæt eru framkvæmd. Það er svona sem öll demósæt eru framkvæmd. Það er svona sem að nauðganir eru framkvæmdar. Það er svona sem að allir glæpir veraldar eru framkvæmdir. Sko ekki, ég meina, ég ætla nú ekki að sogast inn í þetta svarthol, sko. Ég er nú bara að horfa á mannlega harmleikinn, sko. Að sko, það er ekkert, ég meina, ég vil ekki að, ég meina, ég er íslenskur víkingur, það er enginn sem að stýrir mínu lífi eða hefur vald yfir mínu lífi nema ég. Og það er bara þannig, sko. Og ég reyndar er beittur ofbeldi til þess að greiða ákveðna skatta og ákveðna skyldur. Og það eru reyndar fyrirtæki sem gera það og þau stunda fjársvikastarfsemi. Eins og Vinnumálastofnun á Íslandi er eitt fyrirtækið og þar keypti ég mér tryggingu, þeir eru svona tryggingafélag. Ef að ég hef ekki vinnu þá greiddi ég inngjöldin. Þegar ég hef ekki vinnu þá myndu þeir greiða mér tryggingagjöld tilbaka. Það eru glæpamenn sem að vinna á þeirri stofnun og þeir hafa svikið alla samninga við mig til dæmis. Og þannig að það er oft sem að maður gengur til einhverja samninga og ég stóð við minn samning, ég borgaði þeim í 10, 20, 30 ár peninga. Og svo þegar að koma að þeir ættu að greiða mér tryggingagjöldin, ég greiddi þeim tryggingaiðgjöld og þeir eiga að greiða mér tryggingagjöld þegar að ástandi kemur upp sem ég tryggði mig fyrir. Þá er bara, nei, heyrðu, það er rigning í dag, sko, þetta er bara ef það er sól, sko, komdu á morgun. Og þá er svona, já, nei, Axel, núna er sko, nú er rigning, sko. Það er bara, það er bara svona, eitthvað svona, sko. Þetta er skynsemi sem að kasta þér í mann. Og ekki það, ég hef nú alltaf fundið mér eitthvað leið til að bjarga mér og síðan eru þessi kontrollfrík eru að banna, veist, fólk má ekki veiða úr hafinu sínu og fólk má ekki veiða sér til matar í náttúrunni og veist, þetta lið er alveg gaga, sko. En það horfið bara á þetta brot, þetta er á alþingi.is og horfið bara á þetta brot, þessa skelfingu, hvernig þetta fólk kemur fram við þessa mannesku sem heitir Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Hann valdi ekki pabba sinn, sko. Ég get lofað ykkur því. Og ég valdi ekki pabba minn til dæmis. Ég get alveg doppul lofað ykkur því, sko. Nei, þau flytjast ekki til Svíþjóðar. Þetta er allt svona svikamylur og þetta eru lygarar og svikarar sem við erum að tala um. Þið vitið að hverju hórurnar vilja alltaf fá greitt fyrirfram eða ekki. Það er að því að það er treysta, það er með þá reynslu að það er betra. Að þessar hórur sem vinna hann í hóruhúsinu við Austurvöll, að þær vilja alltaf borga þær eftir á, sko. Þær taka pening, stela peningum og gefa ekkert með ofbeldi og gefa síðan ekkert tilbaka.
Það náttúrulega ljómandi fínn business. En ég skil ekki, svo annað sko, þeir eru náttúrulega í rosalegri þeir eru í rosalegri fölsunarstarfsemi, peningar eru fölsun. Þessir seðlapeningar eru falsaðir, fölsuvara. Reyndar sko, eins og þetta er rekið núna sko, eins og það geta peningar alveg verið sem sagt eins og vegur. Sjálfur sér engin munur á peningum og vegi sko. Og ef að ég myndi til dæmis helga mér eitthvað land með því að pissa á það í dag, hvernig var það? Brenna það eða eitthvað. Og síðan myndi ég byggja veg svona og þá myndi ég kannski vilja fá greitt fyrir það ef að þú nýtir veginn minn sem ég bjó mig til. Og bara for your information þá fæ hvorki ég né konan eina einustu krónu frá sænska kerfinu. Bara ekkert, bara 0. Kona mín er búin að vera atvinnulaus frá því við fluttum hingað, hún fékk vinnu í 2 vikur hérna. Og já, ég hef náttúrulega verið með vinnu sko og ég bjargað því. Og svo það nú stundum komið stuðningur frá Íslandi. Það telur í einhverjum 1000 kollum. Reyndar var háværasta frostrósin hérna í kringum mig. Hún var að tala að ég þyrfti að skila, var að spyrja mig hvernig ég væri fjármagnaður. Og það er alveg réttmæt spurning sko. Ég myndi vilja fá bara hugmyndir frá okkur. Ég meina, ég get ekki birt nöfnin á þeim sem að senda mér eða hvað. Þar ég að biðja þá sem, þetta er ein greiðsla á 2-3 mánaða fresti, skilur við, þannig að ég hef ekkert að fela með það. Og þær greiðslur berast inn á þennan PayPal reikning hjá mér. Ég er nú með einhvern veginn Bitcoin og Litecoin, það kemur ekkert inn á það, sko. Og það væri bara gott að fá frá ykkur hugmyndir það hvernig ég get sýnt ykkur fjármálin sko. Þessar krónur sem hafa borist sko. Það er alltaf að verða við þeirri beiðni sko. Akkurat ekkert að því. En ég hef sýnt ykkur áður, ég ætla nú ekki að draga upp núna glugganum það. Ég hef sýnt ykkur að Alþingi, forseti Íslands, tollstjórinn, ráðherraembættin, þetta er allt saman bara fyrirtæki. Ríkislögreglustjóri, það er í raun engin munur á ríkislögreglustjóra og Blackwater. Engin munur. Og þið vitið það að morðingjar Blackwater voru dæmdir fyrir morð í Írak. Og þar var dómvilla að forstjóri fyrirtækisins Blackwater, honum var sleppt, þess að hann var ekki dæmdur. Það er lógísk villa sem verður að reyna að koma inn, sem er í dómskerfinu. Það þýðir að ef ég ræð einhverja morðingja í vinnu hjá mér, þá er ég saklaus. Það er núverandi dómskerfi. Og þess vegna vara ég til dæmis lögregluhauga sem er að horfa á mig núna. Þið sem að drápu gaurinn eða þið sem drápu Sævar í Hraunbænum, þið eru ábyrgir fyrir því persónulega. Og trúið mér, dómstagur mun koma yfir ykkur sko. Hverjum einum og einasta af ykkur. Og þannig að þið lögguhaugar þurfið að átta ykkur á því að þið eru persónulega ábyrgir ef þið skaðið einhver aðra mannesku. Þá eru þið búin að tapa ykkar sægóti. Og eruð þið í raun ekkert þá eruð þið monster. Þið hafið ekkert
Þið hafið engan erfðarétt. Það er hluti af víkingahefðinni. Og það er nú hluti af vinnu sem ég er að starta með þessum íslenskir víkingar síðunum og hvet ykkur til þess að vera með þar náttúrulega. Ég gerði vegg og hóp og þar getum við haldið áfram að vinna þessi mál og ég er með víkingadóm, hann er ennþá í gildi og það er hugsanlegt að ég fari að skila, það komu 2 mál sem voru svo formlega off, ég gat ekki tekið þau fyrir. Allavega ekki á því stiginu, Og þetta er líka óbúslega erfitt að gera þetta allt saman með blæðandi heimilisbókhaldi, þar sem ég þarf að vera með annan fótinn. Þetta er eins og ef ég tek aðra sögu Biblíunni, þar sem voru með sverð í annarri hendi og voru að byggja vegginn með múrsteinum með hinni. Það er erfið staða og ég er ekkert svo sem að kveinka mér undir því. Þetta er staða sem ég valdi mig sjálfur. En það getur haft áhrif á hvað ég get gert mikið, En ef ég tek dæmi, ég hef hugsað það svolítið að taka fyrir þessi verðtryggðu lán, fyrir víkingadóm og þar get ég með mjög einföldum hætti dæmt verðtrygginguna glæpsamlega. Það er mjög einföld rök fyrir því. Og allar eignir sem að myndast við skipulagða glæpastarfsemi ber að skila tilbaka til réttra eiganda. Og þeir sem eru til dæmis að borga verðtryggð lán og þeir geta þá að framvísa þessum dómi víkingadóms. Og víkingadómur er bara eins og Hæstiréttur eða International Criminal Court eða hver sem er. Það er í sjálfum sér engin eðlismunur á því. Og hann í dag er víkingadómstóll Salómons dómstóll. Það er formið á þeim dómstóli. Og það sem að var erfitt og ég mun hugsanlega að fara að gera þess meira í því, það svolítið setið mig óþarflega lengi á hakanum hjá mér. Fyrir mig að taka við málum eins og gert í hefðbundnum dómstólum, þá get ég ekki tekið bara aðra hliðin á málinu og dæmt út frá því. Það er spurning, Og svo sem Salómon, þetta var óbúslega einfalt hjá honum, menn fóru bara í biðröð og svo bara komið þeir að væla, Bara já, þessi hann er að taka vatni frá mér og þessi hann stal rollu frá mér og eitthvað svona, skilur. Og svo bara dæmdi hann, sagði, já, heyrðu, þetta gengur ekki, eða hitt gengur, og munið með konuna sem kom með barnið, sem báðar þóttust eiga barnið og hann bara sagði, heyrðu, réttið með sverð, ég bara skiptið á milli ykkar. Að hann var með alls konar stæla, í Salómon, svona Salómonsdómur. Að það er alveg opin leið og eflaust þarf ég að biðjast afsökunar á því að þeir tveir sem lögðu fram mál og þau komu líka kannski á þeim tíma þegar ég var svona ekki alveg. Já, þetta er svolítið, þetta hefur aðeins setið á hakanum,
Það var líka gaman að fá frá ykkur eða fá umræðu í hópinn þetta, hvernig víkingadómur gæti fungerað, sko. Nú, þessi hópur og veggur er líka hugsaður til þess að leysa alls konar praktísk mál. Hvað á að gera með kvótakerfið og hvað á að gera með Landsvirkjun, hvað á að gera með raforkuauðlindir landsins, hvað á, hvernig allar bara þessar daglegu spurningar. Að það er vettvangur fyrir allt það. Og þetta er í raun alveg fullkomlega legit apparat, sko. Þetta hefur í raun ekkert meira eða minna vægi heldur en Hæstaréttur, tollstjóri eða forsetaembættið eða hvað sem helst. Það er enginn eðlismunur á því. Nema það að öll hin embættin eða öll hina glæpamafíurnar sem við talum, þær beita ofbeldi. Og ég mun aldrei dæma dóm sem mælir með ofbeldi. Enda hef ég lagt til grundvallar þessa klett eða það sem að fólk talar í daglegu tali sem stjórnarskrá eða hvað ég vil kalla það. Ég kalla það klettinn eða grunnurinn. Það er það er ekki hægt að fara í andstöðu. Ég get ekki látið boltann fara upp og niður á sama tíma eða í sama málinu, sko. Og en hins vegar er hefð víkinga þess eðlis að menn drógu sig eða menn voru dæmd eða samskiptaleysi, sko. Að ég er ekki undir neinum skyldum að vera í samskiptum við ákveðna aðila. Og bætur. Að ef að til dæmis í máli Sævars og það hugsanlega tekið fyrir víkingadómi, það hefur komið ákæra þangað. Þar myndi ég dæma eftirlifandi fjölskyldu bætur. Það yrði dómurinn í því máli sem dæmi. Og málið sem kom til mín var einstæðan föður sem að móðirin hafði rænt á honum barninu með tarteringum og aðstoð alls konar glæpasamtaka. Í þannig máli myndi ég dæma barnaræningjana til greiðslu bóta til föðursins sem varð fyrir þessum ósköpum. Sem dæmi. Og fjölskyldu Sævars myndi ég dæma bætur frá morðingjónum og upp í níðing konungs suður með sjó. Hann er yfir þeirri glæpastarfsemi að eigin sögn og því myndi allir frá morðingjanum, hvort sem hann var nú drepinn með hníf eða byssu, hann er nú hugsanlega verið bara, eða blóðið er í kjallaranum, ég hef sagt ykkur áður, að hann myndi alveg línan þar upp yrði dæmd til greiðslu gríðarlega mikilla bóta. En eruð þið með einhverjar spurningar þessa? Ég sé að það hrinnir áhorfendur út núna. Eruð þið með einhverjar
Já, ókei. Ég, hef engan sérstakan áhuga á því að grafa undan þjóðveldisneistanum, síður en svo. Hérna, ég get náttúrulega ekki verið með þetta sem ég er að pæla í ofan í skúffu endalaust og ég hef lýst yfir mikilli ánægju með þjóðveldisframtakið og þjóðveldismálin. Hins vegar eru nýir tímar og nýtt tungumál og það eru nýjar aðstæður. Við erum í svo sem hvað var spurningin hjá þér, Siggi? Bíddu nú við. Af hverju er ekki búið að slökkva á YouTube-rásina mína eða? Hvers vegna hefur Bilderberg-hópurinn, NATO eða CIA ekki lokað YouTube-reikningi þínum? Þetta er náttúrulega eitthvað sem ég get ekki svarað sjálfur. Ég veit það ekki. Þeir hafa oft truflað útsendingar hjá mér og þeir hafa fiktað í fullt af hlutum. Þeir leyfa mér ekki til þess að njóta auglýsingatekna af þessum útsendingum. Þeir nýta sér það til þess að auglýsa en þeir láta mig ekki fá neina peninga fyrir það. Og þeir sjáðu oft þegar þeir eru að horfa hjá mér að það koma alls konar íslenskar auglýsingar. Þeir stela öllum þeim peningum. Ég sætti mig við það því þetta plattform er ómikilvægt fyrir mig. Hins vegar er hérna já, ókei, ég skil hvað það meinar. Sko, ég er að svara Sigga hérna sem var að æsta með þessa spurningu áðan. Að hérna, sko, ég skil hvernig þeir vinna og ég skil hvernig þeir hugsa og þeir eru ofboðslega passasamir með það að ganga ekki inn í kontrakt eða að gera ekki hluti sem skemmir þeirra karma. Ég hef gefið yfirlýsingar kerfisbundið opinberlega og þið sjáið það meira að segja á about eða svona umlinkum og fleira slíkt í kringum þetta sem ég verið að gera, sem þýðir að ef þeir skaða mig þá er það á þeirra karma plús það að ég hef lýst því yfir að hver byrjuð mínúta sem þeir taka af tíma mínum eða lífi mínu kostar 10 tonna gulli. Þannig ef þeir ganga inn í þennan samning þá þurfa þeir að borga. Fyrir hverja byrjuðu mínútu þá þurfa þeir að borga mér 10 tonna gulli. Já, það er allt of mikið mér. Hver borgar 10 tonna gulli fyrir eina mínútu? Ok, ef þið líkar ekki samningurinn, ekki ganga inn í hann. Þannig er það. Það er samningaréttur. Þannig virka samningar. Og það er þetta sem þeir sögðu við Jesú. Hvað, getur þú bara rekið út hérna illa anda? Já, þú ert bara að vinna fyrir Satan, sko. Þú ert bara að vinna fyrir myrkrahöfðingjan. Og þá svaraði hugmyndin Jesú, já, ég meina, ekkert ríki getur verið sjálfum sér sundurþykkt. Og það táknar það að ef að þeir ganga inn í þennan samning við mig og efnan ekki, þá hrynur allt þeirra dokument veldi. Eins og að leggur sig, bara svona. Þannig að, og fyrir utan það, þá hef ég aldrei hvatt til ofbeldis og alltaf varað við það sem er hugsanlega einhverju ofbeldis aðstæður að ræða og til dæmis þegar menn hafa í upphafi voru menn svona að segja mér að bara sprengja Ísraela í tætlu, bara drepa þessu ísraelsku þjóð, þetta er allt gyðingum að kenna og bara drepa þessa og drepa hina og sprengja þetta og ég hef alls sagt, nei. Þú leysir ekki ofbeldi með ofbeldi. Þannig að ég hef aldrei fallið í þessar gildrur. Og
Voilà. Þú ert bara að spyrja mig spurningar sem ég get ekki svarað, sko. Ég veit ekki hvað aðrir eru að hugsa, sko. Nema upp að vissu marki, sko. Og Guði sé lof, þá hefur þetta virkað hingað til. Ég er sem sagt búinn að svara spurningunni, ég ætla ekki að fara að ræða við einn hérna í útsendingu, sko. Það er ekki sanngjarnt gagnvart hinum sem eru að horfa. En hérna, sambandi við þjóðveldisneistann, þá hvet ég alla þjóðveldispælara að koma. Ég hef náttúrulega verið aðeins með í þjóðveldinu og hvatt það áfram og sagt að það er bara flott, sko. En hérna en hvernig kemur hann, sem geta aldrei hætt, sko. En hvernig svararðu því að fyndist þeim ekki vera bara töluvert alvarlegt að vera flett ofan heldur en að hvetja til ofbeldis? Ég hef útskýrt þetta í vídeóum áður, alveg nákvæmlega, og ég ætla ekki að fara að tala um það meira hér, sko. Ókei, en þjóðveldisfólk, hérna, það eru náttúrulega bara mitt mat, sko. Það eru of mikið af tæknilegum örðugleikum í framsetningu þjóðveldisins. Það er í þessari stöðu sem er núna að mínu mati, skilurðu. Ég náttúrulega get ekki talað fyrir aðra heila heldur en minn heila. Og ég held að þessi aðferð, sko, ég veit ekki, já, sko, til dæmis þegar ég kom fram með greiðsluvarkvalið 2009, það var ekkert bara eitthvað sem að ég hristi fram úr erminni á einni mínútu, sko. Það var gert eftir gríðarlega mikla pælingar hjá mér. Ég pældi greiðsluverkfallið út frá herfræðistrategíu, út frá alls konar strategíum og tæknilegum pælingum, sko. Og greiðsluverkfallið er peaceful non-compliance. Það er friðsöm ekki þátttaka. Og sko, athugið það, ég sat alla fundi hagsmunasamtaka heimilanna í þetta 1-2 ár eftir stofnun og ég var náttúrulega á öllum borgarafundum og bara í þessu pælingum og tala við alla um þetta og allt þetta. Og það voru allir með það sem ég kallaði kompromæsarar aðferðir. Allar aðrar hugmyndafræði sem komu fram á þessum tíma voru það sem ég kallaði málamiðlunar hugmyndir. Og enginn af þeim kláraði verkið. Og enginn af þessum aðferðum sem var lagt út með virkuðu. Og það var þessi djúpi skilningur minn á því að menn voru, sko, já, við bara tölum við alþingismenn og þá lagast dómarnir og þá fá bankarnir að kenna á því og veist, menn voru svona að tala um þetta. Ég sagði, nei, þau þurfa að skilja að þetta er eitt apparat. Þetta er ein skipulögð mafía og það breytir engu þótt að þú ert í einhverju bíómynd þar sem að mafíur eru búin að leggja undir sig Laugaveginn og önnur mafía er búin að leggja undir sig Bankastrætið eða einhverja vegi.
þá breytir engu fyrir þann sem að lendur undir mafíu 1 að fara og kvarta í mafíu 2 af því að sá mafíósi kannski hringir í hinn mafíósi og segir, heyrðu, þetta nú ekki að ganga aðeins svo langt, sko, ég meina 50.000 kall á mánuði er svolítið mikið, sko. Þetta situr slæmt orð á okkur mafíósana, sko. Og þá kannski segir hinn mafíósin, já, ok, fyrirgefðu, ég gekk nú aðeins svo langt, en hvað segir 35, er það fair? Og þeir tala saman til þess að geta viðhaldið glæpnum, sko. En þú getur aldrei farið til mafíós og sagt, heyrðu, hvernig væri bara að hætta mafíósast og fara að hætta þessu ofbeldi og níðingskap? Það breytir engu við hvaða mafíósa þú tala við, hann mun alltaf segja, nei, kannski getur fengið 15% afslátt í 2 mánuði, er það í lagi? Af því að hann er mafíósi, hann er í þessari starfsemi, ofbeldi starfsemi, að taka sitt lífsviðurværi með ofbeldi af öðru fólki. Það er það sem hann lifir við. Og þið getur bara að pröfa talað við eitthvað mafíósa, eitthvað glæpa yfirmann í eitthvað svona glæpa gengi sem er í þessu, bara að hösla fólk með ofbeldi til þess að hafa sitt lífsviðurværi. Og spurði hann, hvernig var að hætta bara mafíósast? Hann verður með allar afsakanir heimsins fyrir að gera það ekki, af því þetta er hans lífsviðurværi. Og það er sama með, skal ég segja þér, þetta var þessi djúpi skilningur sem ég hafði í hagsmunasamtökum heimilanna, að þetta er allt saman háskólasamfélag, þetta er allt saman ein mafía, sko. Og með tengsli við stærstu alþjóðlega mafíuna sem er alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og NATO-ið og það fyndna er að þeir eru líka með alþjóða stríðsglæpadómstólinn og bara allt, Europol og Interpol og Hæstarétt Íslands og Hæstarétt Þýskalands og það er allt saman undir sama kontról. Þannig að það breytir, þetta er það sem við kalla að fara frá Pontíusi til Pílatusar. Það við heyrtum það, þegar maður er að tala um að þeir fóru með Jesú frá Pontíusi til Pílatusar. Það er bara trick statement af því að það er sami maðurinn. Pontíus Pílatus var eitt gaur. Og það er brandarinn í þessum málsætti, sko. Já, ég er nú ekki sáttur við dóminn hjá Axel, sko. Ég held ég fari bara og tali við hann Pétur, sko. Ég er sami maðurinn. Ég heiti Axel og ég heiti Pétur. Þannig að þú veist, ég ætla nú kannski að pröfa þetta fyrir dómstólum einhvern veginn. Það er allt öðruvísi system hérna úti. Nei, við lendi einhvern veginn í einhverju þá segja, heyrðu, já, Axel gerði þetta, sko. En ég er Pétur, sko. Þið verður bara að finna Axel og tala við hann. Ég veit ekkert um hann. Það veist, þú þarft þennan djúpa skilning á hvernig hlutinir funkara og ef að þú, eins og þið munið, guð hvað biblíusögunar eru sniðugar, sko. Og lesið það bara eins og veist, alltaf þegar ég tala einhverja sögur úr biblíun þá bara, biblíun, ég tala um biblíun, veist. En ég tala líka um Lord of the Rings og Matrix og Truman Show og veist, fyrir mér er allt sama bíómyndin, sko. Já, veist, breytir akkurat engu. Nú mann ég gleymdi punktinum. Já. En það er sem sagt þetta sem þarf að gera, það er peaceful non-compliance og að detta niður í næsta réttarstig fyrir neðan. Þegar að völdum er rænt, eins og gerðist 1662, þá í fyrsta lagi þarf að mótmæla því. Það er eins og, ef ég nota aftur dæmi lummuna með nauðguna, ef að ekki er sagt skýrt nei, þá er óbúslega erfitt að dæma þessi nauðgun. Þess vegna var þessi yfirlýsing frá íslenskum víking í dag var alveg skýr skilaboð það að þessi glæpasamtök eru fyrir utan allt
utan veruleikann. Þetta kemur, þetta hóruhús konungs kemur íslenskum víkingum ekkert við. Og ég hvet ykkur til þess að sitja fram opinberlega, til dæmis 10 tonn fyrir hverja byrjaða mínútu, ef þeir eru handtekin ólöglega eða ef að meira að segja gildi ekki lög þetta er bara samningur. Ef einhver tekur tíma þinn án þíns samþykkis, þá er viðkomandi genginn inn í þennan samning hjá þér. Þá þarf viðkomandi að greiða 10 tonn af gulli fyrir hverja byrjuðu mínútu, eða 1 tonn, það er enginn sem getur sagt þér hvað verðið er. Og ástæðan fyrir það þarf að vera í gulli eða silfri eða eitthvað slíku, er að það er ekki hægt að prenta það eða falsa það. Og meira segja þó einhver rænið og pyntið og drepið svo, þá tikka mínúturnar ennþá. Það breytir engu. Ef að þú setur fram þetta opinberlega og með sannarlegum hætti, þá ef einhver gengur inn í samningin við þig, þá gildir hann hvort sem þú lifir atburðinn af eða ekki. Það breytir engu. Absolutely engu. Og þess vegna er hluta til ástæðan fyrir því að ég var að greina þetta með sálina og DNA-blekkingarnar, að það er svona lúka sem að nær inn í psykót lífið þitt. Og og þetta eru, sko, ef þið hlustið á, leitið þið bara að henni yfirmann IMF í dag, frönsku, Lagora eða hvað hann heitir. Og það sem hún var á fundi að tala númerológi. Sjáðu, hann yfirmaður Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að tala, og hún bara tala með 7 er 14 og það verður 21 og bæti 15 við, og hún talaði bara svona í hálftíma. Christine Lagarde eða ekki heitir hún. Þú líka að læra að hlusta á það sem þetta fólk að segja. Hvað er þetta lið að segja? Ólafur Ragnar kemur og segir: ég þarf að gera þetta fyrir þjóðina. Já, en það ert ekki þú. Í hans huga ert þú monster. Á svipuðum level og alifugl eða rotta eða maur eða eitthvað. Þess vegna kölluðu þeir það maurana sem að stýrðu þjóðfundarblekkingunni, kölluðu maurarnir. Og þeir eru að segja þetta allan tíma. Þeir eru bara að segja þetta in your open face. Og nú eru þeir að veifa samningi sem heitir stjórnarskrá, það er bara samningur, sko, sem verður að veifa í því. Og þar ætla þeir að taka réttindin þín með formlegum hætti og láta þeir skrifa undir það í samningarétti að þín réttindi séu jöfn og alifugla. Það stendur í þessum stjórnarskrá tillögum. En veistu hvernig þeir selja þér það? Já, við viljum lyfta réttindum dýra til manneskju. Þeir sjá það ekki þannig, sko. Þeir eru þjóðirnar. Þeir eru Guð. Þeir eru fará. Þeir eru konungsmellunar. Þeir eru með konungi. Þeir sita með Guðunum. En þú ert bara rotta í þeirra huga. Og þeir koma með pappír og fá þitt að skrifa undir það og sért rotta. Og þú ert svo heimskur og þú fattar það ekki. Þú bara, já, ég bara skrifa hér eitthvað svona atkvæði og eitthvað svona. Það er betra að skila auðu en engu, eða ekki. Þótt þú skilir auðu þá ertu búin að gangast í samningnum. Breytir engu. Þeir líta meira að segja þannig á að þegar þú lappar inn í réttarsalinn til dæmis, þá ertu búin að gangast undir vald réttarsalsins. Veistu af hverju? Af því það eru merki og svona þríeiningar og það er ákveðin táknmál utan á dómshúsunum og 2 súlur alltaf og veist. Og þegar þú lappar inn 2 súlunar, munið Samson sem að braut súlunar 2, munið,
þú labbar inn súlunar, þá ertu búin að ganga undir vald þess sem innan súlana. Með því að labba undir þríhyrninginn og súlurnar tvær, þá ertu búin að gangast undir vald hússins sem þar Það það sama og ég var að gera við þig áðan. Þetta samning, í upphafi gerði ég ákveðinn samning. Og nú mun ég senda þeim sem að brutu samninginn reikning. Þeir eru að gefa mig kenna. Það að fíblast yfir. En svona vinna þeir. Ef ég væri þessi nýðingar, þá myndi ég senda handrukkara núna að rukka þá sem að völdu rauðapennan en stóð ekki við samninginn. Ég myndi senda handrukkara þá að rukka 10 tonna gulli fyrir hverja byrjuðu mínútu. Sko, ef þú ert í orðaleik, og þetta svona frúin í Hamborg orðaleikur sem byggir á þessari vitleysu, sko, að þetta allt svona orðaleikir og köll. Ert þú Jón Jónsson, kennitala þetta? Já. Á þetta borga hérna 500.000? Nú, af hverju? Það stendur hérna á pappinum. Já, nei, það ekki sanngjarnt, sko. Ég tók hérna 50.000 kall í lán og ætlar að rukka mig 50 milljónir núna. Já, það bara þannig. Það eru vextirnir og það eru lögin og það svona sem það Og þegar þú labbaðir inn hurðina á milli súlanna 2 og þríhyrningsins, þá gekkstu undir ákvarðanavald þessara nýðinga. Þess vegna þeir að senda lögreglu með valdi til að sækja fólk og draga þá í gegnum þessar 2 súlur og þríhyrninginn. Og ef að þú ert búin að lýsa því yfir opinberlega og það fer einhver og dregur því í gegnum súlurnar 2 og þríhyrninginn, þá segir þú, þessir hérna, þessi gaur hérna og þessi gaur hérna, hann tók þessa eign mína sem líkami minn og ég setti fram samning það sem að kostar hver byrjuð mínúta á að leigja þennan líkama hér kostar 10 tonna gulli og þetta búið að taka núna klukkutíma og það eru 60 mínútur þannig að þetta lið skulda mér 600 tonna gulli og þú bara í dómstólnum getur krafist þess að það verði greitt. Þá byrja dómarinn með einhverja stæl og einhverja útúsningu og eitthvað slíkt, en hann getur það ekki. Af því að með því að taka eigðina sem líka með þeim, þá gengur þessi fábjánar inn í samningin sem þú laðið fram. En fólk veit ekkert hvað í gangi. Það bara svona einhvern veginn bara niður á Austurvelli, sko, bara við erum að mótmæla. Eins og gaurinn sem ég talaði með áðan, sko, þannig sé ég fólkið, sko, en í þeirra huga eru hálfvitarnir á Austurvelli, þeir eru, já, við erum að fara að skora, við erum að vinna hérna landsleiki gegn Dönum, við erum komnir hérna bara alveg í 14 og þeir eru bara með 0, bara ráfandi Austurvelli eins og hálfvitar, sko. Og leikurinn ekki einu sinni þar, hann bara einhvers staðar í Laugardal eða í Amsterdam eða Kína eða eitthvað, það bara það ekki einu sinni fótboltaleikur í gangi, sko. Já, við erum að breyta þessu, við erum að ná stigum okkar. What? Þetta ekki einu sinni á fótboltavellinum. Þú veist ekki einu sinni hvað í gangi. Þú skilur ekki girðinguna þarna á milli þín og hóruhús konungs. Þú skilur ekki hvað þessi girðing táknar. Þú sérð kóruna á húsinu. Það þarna á toppnum á húsinu. Já, við erum að skora, við erum alveg að bara vanhaf ríkisstjórn og þetta bara allt ómögulegt. Bara, what? Ertu ekki að grínast? Já, það verður að segjast eins og að pyntingapúðir skólana eru að þrælvirka á meira hluta fólks. Það bara 99,99% af líðnum bara gjörsamlega heila skaðar. Og það gert með eiturefnaárásum og í matnum og spreyjað yfir ykkur
og bólusetti í ykkur og skiptum blóð í ykkur þegar eru börn og það allt í gangi sko og það að virka. Það fullt af fólki niður á Austurvelli. Ef ég í handbolta, ég alveg að vinna þennan leik sko. Það bara veruleikinn. Það raunveruleikinn. Takið eftir, það enginn á Austurvelli sem fór upp í ræðupúltið á Austurvelli og sagði veit einhver af hverju kóróna á þessu húsi? Af hverju það? 0, bara 0 manneskjur gerðu það. Af hverju? Og allir bara, við erum að vinna leikinn og allir svona í einhverjum svona fótboltaleik sko, eða handbolta bara og ekki einu svona á vellinu sko. Biblíusögunar, það svo skemmtilega. Munið eftir að ekki drepa sendiboðan. Halló. Það hérna var í gamla daga í biblíunni var það þannig að þeir sem komu með slæm skilaboð, þeir voru bara dysjaðir í kartöflugarðinu. Og það þetta sem ég sagt ykkur sem heitir disassociation. Og hérna, það í hverjum vakningarhring reiðast menn tvisvar. Fyrst þegar þeir full að upplifa áfallið og ég að segja þér hver raunveruleikinn þá svakalega reið út í mig að þú upplifir það sem heitir disassociation og ég útskýrt það áður. Það eins og þeir sem fara í einhver vandamál og fara til sálfræðings og fara í svona viðtalsmeðferð og sálfræðingurinn vinnu ég tala ekki um geðlækna, þeir eru bara í svona glæpastarfsemi. Sálfræðingar hafa ákveðna hluti sem eru mjög góðir sko. En geðlæknar eru bara quacks eins og að segja. Að hann fer sem með viðkomandi yfir samtalsmeðferð og út frá því býrðu til ákveðna greiningu. Síðan ferðu og segir viðkomandi, heyrðu, veistu það? Að þegar þú varst barn og það sérlega ástæðan fyrir að það líður svona með þetta sem þú búið að vera að angra þig að það að því að foreldraðinni voru mjög vondri við þig á tímabili þá hefur komið, nei halló bíddu þetta að segja mamma og pappi séu vond þarna kemur barnið upp í viðkomandi að því að í huga barnsins eru bara 2 típur af fólki, gott fólk og vond fólk. Það ekkert grátt, bara ekkert grátt í lífið þeirra. Og ég sé þetta svo í þessum strákurinn minn, frá því hann var svona 4 ára, þá byrjaði hann að skipta öllum teiknimyndunum og okkur og öllum bara í gott og vond fólk. Það bara allt lífið var skipt upp í þessar 2 deildir. Þannig þetta hluti af þroska barnsins. Og síðan þegar kemur einhver og segir að foreldrarnir voru vondir við þig og það ástæðan fyrir að líður illa með þetta þá reiðustu þeim sem að segja þér þetta og það það sem verður að segja í biblíunni don't kill the messenger sko. Alltaf þegar kom ykkur með vond skilaboð og þá voru það eins og svarta ekkjan sko. Þetta bara hlaup í burtu eftir að kast skilaboðin sko. Það þetta disassociation og það verður stundum svo mikil reiði að hún getur brotist út í óbeldisfullan hátt og það getið þið lesið bara á öllum kommentum í kringum mig í allan þann tíma sem ég verið að tjá mig að ég að reyna að segja þú býrð í Truman Show og þá reiðast með mér rosalega og svo þegar að fólk búið með þetta disassociation það tekur eitthvað tíma getur tekið 2 mínútur eða 2 ár það tími afstæður í svona málum að að á einhverjum eftir disassociation þegar ég búin að segja þér í hvers konar umhverfið þú býrð þá upplifur þess disassociation og ógeðslega reiður út í mig síðan fer ég afneitun
Það fyrsta stig á sorgarferli, það afneitun. Ég ætla að taka bara 3 stig en það eru til 5 til 7 stig á afneitun. Það er hægt að pinpointa það langt niður en ég ætla að fara bara yfir þessi 3 helstu stig í þessari dæmisögu núna. Að sem sagt eftir Disa Association ferðu í fyrsta stig sorgar sem afneitun. Og ég sé þetta hjá hlustendum mínum að ég heyri ekkert í þeim í smá tíma. Þeir upplifa þetta Disa Association, hún var bara fuck it, bara allt brjálað, svo fer fólk inn í afneitun. Þá heyri ég ekki í þeim í smá tíma. Og síðan kemur það aftur, óbúslega rétt, hver þú aftur? Og það svona aðeins meira strúktúreruð reiði, sko, það ekkert svona bara blast, það sem fyrir að kasta öllu, bara hverju getur kasta. Það stigið eftir afneituna aðeins vægari og lógiskari reiði. Það fyrir það önnur tegundareiði, aðeins meira kontróleruð. Og síðan sú reiði ákveðin tíma og sá tíminn alltaf afstæði líka. Og síðan kemstu í sátt við þennan erfiða veruleika sem hefur meitt í allt þitt líf. Eða frá því atburðurinn gerðist sem hefur valdið vanlíðan. Og þeir sem eru jafnir mínu bestu hlustendur eru þeir sem hafa klárað þennan feril. Og ég man alveg eftir þeim á þessum stigum, sko. Og ég með þennan therapist komplex að það fólk eins og börnin mín. Þannig. En samt ekki. Já, jú, kannski svolítið. Að þannig nú það. Svo kannski að segja ég sé geðveikur. Ég hef ekki skilning á því, hvernig þetta funkar. Það ein viðbröðin. Já, bara geðveikur. Það kemur yfirleitt í fyrstu reiðstíðinni, Disa Association stíðina. Og svo eru sumir sem bara, og það gerist líka hjá sálfræðingum, bara fólk sem bara þessi sálfræðingur fáviti, sko, og það kemur aldrei aftur og dílar aldrei við þetta, sko. Það eru þeir sem velja bláu pilluna eða bláu pennan og fara það bara aftur að horfa á Kastljós. Ekkert mál, bara það velur hver og einn fyrir sitt líf. Nema þeir sem eru í ofbeldis ástandi eins og ríkir á Íslandi, þá velur ekki lengur, heldur verið að beita þau ofbeldi daginn út og daginn inn. Allt sem þú horfir á í þessum túpum er ofbeldið, sko. Og talandi þjóðveldis fólkið, þar sá ég strax 2-3 atriði þar sem hægt var að beita ofbeldi og ég gerði þetta og sendið það. Nei, Axel, þetta ekki ofbeldi, rólegur. Fórum í gegnum þann pakka. Það sést bara mín skoðun á þessu. Og það sem að ég að leita að, og þið sem að hafið áhuga á því að koma, ekki fylgja mér, sko, heldur fylgja þessari hugsun, þegar að lýsingin Jesú í þessari sögubók, þegar hann sagði fylgdu mér, látið hina dauðu grafi, hina dauðu fylgdu mér, þá var hann ekki að tala um svona persóna, hann var að tala um að fylgja þessari hugsun sem var verið að leggja fram, sko. Og sama með Móse og að splitta, sko, ef þú lest Móse og þegar hann tók þrælana út úr Egyptalandi, þá talað að hann splittaði hafinu, manstu, og þannig það lýsing á divide and conquer ástandi sem kennt í herfræði 101, að hann slær hugsun í mannhafið, og það þjóðin, eða Egyptarnir og þræla haldararnir. Móse var mjög slunginn töframaður og stafurinn sem hann notaði var stafur með reynslu úr eyðimörkinni. Þannig þetta var engin bara svona hrísla, sko. Og hann slær
visku aldanna eða visku á mannhafið og nær að framkalla þetta sem hann kalla divide and conquer og hann fékk smá séns að komast í burtu með þrælana. Honum tókst að splitta þrælahaldurunum í smá tíma og það lýst hvernig hafið féll aftur saman, sko. Að það var mjög tæpur tími og við að hafið féll saman þá tortryndi hermenn eða þá þeir sem sátu eftir tortrynduna á sjálfum sér. Það lýsingin á því þegar að þessi níðingar drápust, sko. Og hrynur fólkið nú þegar ég byrja að tala biblíuna. Það alveg ótrúlegt. En það sama, ég vinn ekki eftir vinsældarlistum. Ég vinn eftir minni sannfæringu. Og það það sem verið að tala Og þessi valdstjórnar heimur og þessi konunga gildra sem að fólk í byggir á orðum. Þetta svona frúin í Hamborg fyrirbæri svolítið á styrum reyndar. Og það sem að ég líka að tala í biblíunni dáleiðsla, dáleiðsla. Að þegar að hópur dáleiddur þá sér hann ekki raunveruleikann eða stöðu sína eða ekki neitt, sko. Og þess vegna þarf ekki nema svona staf sem ákveðin viska sem Móse notaði og slærðu á mannhafið þá einhvern veginn bara brýtur og þessi lýsing á Móse þegar hann slær með stafnum á mannhafið að hann brýtur, sko, dáleiðslu, sko. Þú veist að þessi dáleiðsla eins og hún framkvæmd, sko, í bíómyndunum. Það sko gert einhvern veginn svona, skilur. Sjáðu hérna. Þetta Ef þið hlustið á Kastljós til dæmis, þá sjáið þið að það tala allir með ákveðnum rómi, sjáið þið. Og það verið að dáleiða allan daginn, sko. Já, sjáið þið. Já, þetta sko, það þarf að fá nýja stjórnarskrá, sko, sjáðu. Já, þetta vanhæf ríkisstjórn, sko. Já, alveg vanhæf. Veist, svona þetta gert. Svo kemur svona gaur eins og ég og segir bara, þetta falskur fáni. Það verið að blekka ykkur. Þú veist. Það bara, what? Veist, þá bara vaknar fólk, sko. Það lýsingin að þessi Móse var að gera. Hann sló þessum staf bara og þá bara vaknaði þræla líðurinn í smá stund, sko. Og splittaðist í tvennt. Helmingunum fór og gróf hina dauðu, voru áfram dauður og gróf hina dauðu, en hinn helmingurinn varð frjáls. Þá byrjuði nú vandamálin, sko. Það bara, oh my god, sko, Móse, hann sá það ekki fyrir, sko. Þeir voru 40 ár í eyðimörkinni, bara, já, Móse, það var nú betra að vera bara þræll, sko. Þá fengum við, sko, við fengum húsnæði og við fengum mat og þetta var nú óbúslega gott að vera í Matrixinu, sko. Það var alveg bara frábært, sko. Og þarna voru þeir í 40 ár bara, bara nöldrandi eins og hænur, sko. Og eftir 4 daga, eftir að þeir fengu þetta bara bara vaknaði allir, þá var fyrirheimnarlandið í 4 daga fjarlægð. 4 daga fjarlægð var fyrirheimnarlandið. Og þeir sem sagt sleppa þarna út fyrir þessa afdáleiðslu sem gerðist bara svona. Og helmingurinn af fólk kunni slappa þarna út og það gat farið inn í fyrirheimnarlandið á 4 dögum. Og þá koma þeir upp að fyrirheimnarlandinu og þá bara svona, já, það kannski risar í landinu. Það kannski ISIS hérna, eða Grýla. Heyrðu, Grýla, já,
heyrðu, ég sá Grýlu þarna. Heyrðu, Mósi, sjáðu, þarna er Grýla, sjáðu. Og Mósi bara, já, heyrðu, ok. Við bara gerum leiðangur og tékka á Grýlu, hvort hún sé Grýla þarna á Frjálslandinu. Og svo senda þeir einhvern hópa liði og þar á meðal Jósúa. Og þeir fara þarna bara svona að skoða landið og bara, já, þetta alveg frábært, sko. Og svo koma njósnararnir tilbaka, Jósúa og kó. Og þeir segja, já, heyrðu Mósi, þetta bara er alveg frábært. Það bara vellur hér allt í hunangi og bara þetta er bara besta land ever. Við bara getum bara tekið rörin með okkur og drukkið hunang og það er bara allt þarna sem þarf. En fólki var ennþá svo hrætt við risana og draugana og Grýluna að það var mikil umræða og bara nei, þú veist, nei. Fólki þorði ekki út af hræðslu, ótta, að fólki fór bara í eyðimörkinni 40 ár og ráfaði þar eins og fábjánar, eins og fólki á Austurvelli, bara svo hauslæsir hænur. Og og þarna 40 ár táknar mannsaldur í Biblíunni. Að þessi kynslóð, þessi nöldrandi kynslóð, að hún dó út. Það var ekki hægt að fara inn í fyrirlendalandið fyrir að allir voru dánir í þessari kynslóð. Og þá, og Móse dó líka áður en að þetta fara inn í fyrirlendalandið og það var Jósúa sem leiddi líðin inn í fyrirlendalandið. Þessi sem sagði í upphafi 40 árum áður, þetta er bara partí, sko, bara förum þetta. Að þessna þegar Guðjón segir við mig að það er 1000 ár í þitt dæmi, sko, þá er hann ekkert að grínast og ég tek því ekkert sem einhverjum brandara, skilur. Ég veit nákvæmlega hvað hann er að segja, alveg upp á hár. Og en okkur bara 40 ár fyrir Móse en 1000 ár fyrir mig, það er ekki fair. Það er ekki verið eitthvað jafnræði í þessu. Það er það sem verið að lýsa í þessum sögum og það er það sem verið að lýsa í Lord of the Rings, Matrix. Nautat er líkingamynd upp á þjóðfélög og æðri veldi nautabanans yfir nautinu, nautheimska líðnum. Allt saman myndlíkingar upp á. Það er alltaf verið að sýna þér veruleikaðinn, en þú ert of heimskur eða of heimsk til þess að átta á veruleikaðinn. Þú ert niður á Austurvelli að mótmæla, en þú nærð ekki að tengja kórununa þarna upp á húsinu. Þú nærð ekki það verður meira þess að gaman að gera könnun hjá þeim sem að fóru niður á Austurvöll að mótmæla, spurja þá, tókst þetta kórunni eða? Þetta búin að taka eftir þessu? Og sjá hvað margir tóku eftir þessu. Varst þú til dæmis niður á Austurvelli að mótmæla og mistur af þessu? Er hægt að sýna þér veruleikann meira bara in your face heldur en þetta? Það er ekki með að kasta kórunni bara í andlitið þér eitthvað. Í alvöru, er hægt að sýna þér veruleikaðinn meira heldur en þetta? Ég held að það sé reiði guður alltaf. Ég þarf að fara að temja mér svona kastljós, dáleiðslu rödd. Ég á hana líka, sko.
Ég get alveg dáleitt ykkur. Þó mér hafi nú ekki tekist að dáleiða ykkur til að styrkja mig mikið. Læknir læknaði sjálfan þig, fávitinn ég sko. Ég fávitinn ég sko. La 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 la. Já, ég sá mig að finna þessa mynd. Guð, ég sá hjá þér áðan hann, hvað hét gaurinn sem þú varst að deila með? Vídeóna sem fer bara upp á svið og byrjar að tala, hann er ekki með eina glósur eða neitt. Rosa flott nafn, svolítið skrítinn nafn reyndar. Hvað hét hann, Guðjón? En þyrfti samt að hafa internet en ég geti skotið upp svona myndum og sko. Ég verið með 10 manna gengi eins og Bill Hicks sem að liðið bara er á internetinu og skýtur upp alls konar upplýsingum. Það er cool, maður. Herru, sjáu þennan gaur hérna. Trúmann okkar. Men þetta er þessi atriði. What? Kastljós? Hvað, sjáu svipinn, bara, what? Það var engin Trúmann einu sinni á Austurvelli. Ég hefði haldið að fólk á Austurvelli hefði átt að upplifa þetta hérna. What? Hvað meinarðu? Bíddu, hverju eru aftur að mótmæla? Af hverju er kóróna hérna? Ha? Þú veist, fólk er orðið svo heilaskaðað þótt það fái kastljós í hausinn. Þá hefur það ekki einu sinni þessa heilastarfsemi sem Trúmann hafði að segja bara, bíddu, ljós úr himninum? Hvað er það? Fólk fer bara að mótmæla it's right there. Dude! Það er bara þarna, sjáðu. Konungurinn bara ég er orðlaus, sko. Langar einhverjum núna að henda einhverju drasl í mig eða ekki skemma skjáin ykkar, það er óþarfi. Disassociation getur tekið mjög stuttan tíma. Ef þið tengið þessar 2 myndir saman hérna, þá hljótið þið að átt ykkur á því í hvaða stöðu þið eruð. Dum, 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 dum. Moses, Moses. Ég átti að vera söngvari. Ég reyndar gítarleikari. Ef ykkur vantar gítarleikara sem tekur 10 tonna gulli á mínútuna. Endilega við samband. Ok, 15% afsláttur. Fyrstu 30 mínútur, kannski. Ég veit það ekki. Við getum rætt það allavega. Og hérna er búið að fanga vættirnar okkar. Hérna er búið að fanga vættirnar okkar. Það er ljótuleikur að fanga vættir. Skömm hvílir yfir þessu húsi. Þessu nýðingsbóli hér. Þessu hóru húsi hans skotans. Interesting. En ef að, ég veit að tölur þetta háskólanum þessu fylgismenn sáðu þið einingar fyrir að hlusta á mig. Ég veit að ég var að koma fyrst fram á útvarpið Sögu því að annar þáttastjórnandi þar er sagnfræðingur. Það voru prófessorar í háskólanum bara voru aðal áhorfendur Frelsi TV því að ég var að segja þeim hluti sem þau eru aldrei heyrt áður, bara aldrei nokkuð tímann á ævinni, sko.
Þú veist, það eru bara allir háskólaprófessorar landsins eða háskólafólki var allt niður á Austurvelli að mótmæla og það sá ekki þetta hérna einu sinni. Þú veist, bara gerið þið próf í háskólanum. Varstu á mótmælunum? Já. Tókstu eftir kórunu á Alþingishúsinu? What? Þannig að það er erfitt þetta líf þegar maður er með svona glæpa element út allar trissur. Og ég mælist nú til þess að kúkalabar góngsins fara nú að koma sér úr landi. Það hafa ekkert að gera á Íslandi, sko. Þeir eru ekki velkomnir þar í glæpastarfsemi, sko. Ekki verið að byggja nýtt fangelsi. Spurningum að frekar að setja peningar í það heldur en í spítalann, af því að leið og við stöðum þessa skipulegu glæpastarfsemi læknamafíunnar, þá þarf ekki svo mikið heilbrigðiskerfi. Þú þarft ekkert manneskju með 2 milljónir á mánuði til þess að tróða hitamælar í raskataðar, sko. Ég get alveg sýnt þér hvernig það er gert. Þú þarft ekkert manneskju með 2 milljónir á mánuði til þess að vigta hvað barnið þetta er þungt. Ég er með baðvikt hérna, ég vigta börnin mín reglulega. Ég get bara gert það sjálfur. Endurreist.is Endurreisum heilbrigðiskerfið. Þetta svokallaða heilbrigðiskerfi er sjúkdómakerfi. Business modelið í þessu kerfi er að halda fólki veiku, mjög veiku og mjög lengi, og það er viðskipta modelið sem er í gangi. Og svo alltaf að tekka öllu, það var að tekka, sko, annars bara springur á þar hausinn, sko. Bara að tekka á þessu, sko. Fara í greiningu og fara í mælingu og fara í dag, veist. Og svo ferði í greiningu og það er bara, þar liggur svindlið, sko, í greiningunni. Það er bara, já, þú ert með ónýtan barka, skera á þig barkan og setja plast í staðinn, sko. Svo bara græði læknirinn alveg skriljónir á því, sko. Svo setur þú bara með eitthvað plast í hálsinum. Eða, já, þú ert með krabbamein, það er bara að skera á þig brjóstin, sko. Ok. Sama ef þú sér það á spítalann, það eru líka 2 súlur og snákur, þannig að þú gengur undir vald eitursins þegar þú gengur inn á sjúkrahús eða til læknis. Og þar með getur hann bara gert það sem hún sýnist við þig, og eina sem þú getur gert er að halda kjafti. Og sama gildir geðlækningar. Geðlækningar er byggja á sér DMS-bók og þar var til með samkynið flokku sem geðveiki. Svo var greitt atkvæðum og það var ekki geðveiki nokkrum ára seinna. Það var svo óvinsælt. En eru þið með fleiri spurningar, kæru hlustendur sem hafið hangið hérna svo lengi? Sem hangið á frelsislestinni. Lest er reyndar ákveðin ferð, þannig að þetta er kannski göngunni. Við erum á göngu. Og þetta er ekki nema cirka 4 daga ferð. Nema ef við tökum alla nöldurhestana með. Og það er líka vísdómurinn í því sem að Jesús sagði, að því Jesú var næsta tækni til að finna frelsi eftir Egyptaland. Og þegar þeir fóru út í Egyptalandi þá tóku þeir alla nöldrarana með sér, sko. Og þess vegna mistu þeir af Fyrirnalandinu og voru 40 ár í eyðum, eða þeir dóu í eyðimörkinni raun þeir sem fóru úr landinu, fundu frelsi sitt. Þeir sem sluppu úr þrældómnum komust ekki lifandi til Fyrirnalandis. Og þess vegna er næsta opinberun, næsta viska sem kemur, er látið hérna dauðu, grafa hérna dauðu og fylgdu mér, sko, út úr Egyptalandi. Það er merking þessa orðs.
eða þessarar hugsunar, sko. Og þetta er svona í þessum fræðum þá er búið að dáleiða fólk og rugla heilann í þeim. Þannig að ef ég til dæmis tala um ljósaperu, ég er að nota ljósaperu hérna, þá myndir þú segja, hvað ertu að segja, Axel? Ertu að nota Edison? Er Edison þarna hjá þér að lýsa þig upp fyrir útsendingu? Nei, ég er að nota peru sem er framleidd eftir hugmynd Edison. Eða uppfinningu. Eða eitthvað sem hann stal af, hann er sannlega líklega þannig, allavega. Já, en hvað með Edison? Er hann þá ekki hjá þér eða? Nei, það er bara þessi hugmynd sem hann bjó til, sem er hjá mér, sem er hérna ljósaperan. Hún byggir á þessari hugmynd hans. Já, en hvað er þá Edison? Hann kom fram með þessa hugmynd peruna. Og hann bjó til fyrstu peruna. Hann bjó ekki til þessa peru hér. En hún byggir á þessari hugmynd sem Edison kom fram með. Já, en hvað er þá Edison? Hvað er hann? Ég veit það ekki, er hann ekki dáinn eða eitthvað og fjölskyldan hans grafið eða eitthvað, ég bara veit það ekki, sko. Já, en ef hann er dáinn, hvernig getur þú þá verið með ljósaperu? Já, flókin spurning svolítið. Af því að hann var með hugmynd og hann sett hana frá sér þannig að aðrir skildu hugmyndina. Ertu með mér? Ertu ennþá með mér? Og þeir bara, já, ég skil það, svona sem maður býr til peru, rafmagni fer hérna og glóðar, já, ok, I got it. Og þá fóru þeir hérna líka að framleiða perur, skilur, bara allir fóru að framleiða perur, sko. Og fyrir mér er svipað þegar ég er að tala til dæmis Jesú, það er svona umræða fyrir mér. En hvað ertu að meina að þetta hafi verið hugmynd en Jesú er ekki með þér þarna það sem þú ert að segja hugmyndina? Hvað meinar þau? Hvernig getur þú verið með ljósaperur sem er fæðast frá hugmynd Edison en samt er hann ekki hér? Hvernig virkar það? Svona er bara búið að grauta í hausnum á fólki, sko. Og það er gert kerfisbundið, sko. Þess vegna þegar prófessorinn sem er svo reiður út í mig var að segja, já, það er náttúrulega, það verður að hætta að kenna trúarbrögð í skólum og því það veldur heilaskaða barna. Þetta segir hann að því að veit það. Af því hann veit það að það sem verið er að gera við börn í skólum er að valda þeim gríðarlega alvarlegum heilaskaða. Og þess vegna var ég að segja að þegar að verið er að tala þetta sem ég er að tala þá þarf maður átt að sjá því að fólki sem er að tala er alveg bara að drukkna, sko, í skít frá konungi. Þú lifir bara í konunglegu holræsi, sko, eins og rottunar. Þar lifir þú. Liðið sem var á Austurvelli að mótmæla, það býr í klóakki konungs. Þannig er það. Já, þá spyr ég annað sinn, eru þið með einhverja spurningar eða eitthvað sem vilja ég tala Búið að vera nokkuð þéttur hlustendahópur allan tíma. Hvað er búin að vera lengi eiginlega? 2,5 tíma, þetta er rétt að byrja, það er rétt að hitna upp, sko. En þetta er það sem ég er að boða. Þetta er það sem ég er að tala Ég hvet endurreist þjóðveldi fólk til þess að vera með mér og ykkur sjálfum. Og og ég hvet sem flesta að koma inn í hópumræðurnar
og fara að skoða Víkingadómstólinn og bara gera þetta allt saman. Og og þetta verður svolítið náttúrulega í upphafi kannski eins og með dómstólinn, það verður svona Salómons dómstóll. Það eru bara ákveðin atriði sem að ég get ekki gefið afslátt á og það er ekkert persónulegt eða ég þarf ákveðið kontról yfir ákveðnum hlutum til þess að ákveðinir hlutir haldist í lagi. Eða ég er eiginlega bara svona eins og tourguide eða hvað heitir það, ferðastjóri eða tourguide eða hvað heitir það, farastjóri. Að þeir þurfa aðeins að hafa meiri völd heldur en þeir sem eru í ferðinni af því að þeir kannski þekkja hætturnar eða vita hvar flottustu staðirnir eru og það. Þannig að ég er kannski leiðsögumaður í þessu samhengi sem er í gangi hérna. Og ég hef nú verið frá sækinu valdi þannig að eins og ég hef sagt, mér hefur verið boðið það og ég hafna því. Ég var að velta því fyrir mér núna. Ég elska að gera svona skandala í gömlu Babylon. Ég var að velta fyrir mér að senda kæru á Skrújú vegna verkefnis til Reykjavík Media án útboðs. Þetta er svona spurning hvað ég þjóna prakkaran mikið í mér núna. Ég er bara mikið að gera. Og og það er það ég ítrekað aftur að það er mjög erfitt fyrir mig fjárhagslega að stunda þetta starf áfram. Og maður verður svolítið svona hissa þegar að fjölmiðlur konungs fá bara einhverjar 10 milljónir bara á einu bretti frá þjóðinni. Maður bara, what? Og það náttúrulega handbendi konungs vilji ekki að mín rödd heyrist mikið, þið áttu ykkur á því. Og að því allavega viti af því ástandi. Og ég get lent í árásum hérna í Svíþjóð og Noregi. Ég sit náttúrulega hérna í þessum konungsríkjum. Og ég átta mig alveg á því að það getur verið hættulegt. Og ég mun halda áfram með þetta líka á ensku. Það er gríðarlega mikil eftirspurn eftir þessu allan heim sem við höfum verið að gera hérna í þessari grúpu. Og ég veit alveg að fólk er svolítið passíft svona fyrst, þú veist, bara wow, hvað er í gangi með þennan gaur og það er allt í lagi og þið þurfum ekki að trúa neinu sem ég segi eða þú veist, hlusta á neitt af því sem ég segi eða ég er ekki einu svona leita að fylgjendum og ég er engin frelsari eða neitt slíkt þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að þú endurnýir í þér íslenska víkinginn og finnir frelsi þitt. Það er málið. Og kannski kemur ykkur með ennþá betri aðferð en ég, bara vói, flott þá gerum við það, veist. Þá er það málið og ég er ekkert upptekinn af því að ég náttúrulega veit að mín hugmynd er alltaf best. Þannig að ég veit það ekkert. Það er fullt af öðru fólki sem er 17 sinnum klárara en ég, 70 sinnum, 7 sinnum klárara en ég. Og en það virðist vera að ég hafi fengið gefna einhverja þrjósku
og mér hefur verið lýst sem uxa eða jarðýtu. Ég uxi, þið veit af hverju uxar eru notaðir til þess að plægja. Það er því að þeir fara í þráðbeinni línu og þess vegna bara í kílómetravís, bara, eftir reglustriku. Og það er eðli uxans, hann hefur þetta einkennilega eðli, hann er svona reglustrika. Og mér hefur oft verið líkt við uxa eða jarðýtu. Og uxa eðli mitt er þannig að ég næ að taka stefnu, sko, þótt að ég sé jafnvel ekki með allar upplýsingar eða eitthvað slíkt. Og ég næ að halda sömu stefnu mjög lengi. Og ég næ að þrjóskast mjög lengi við ákveðna stefnu sem ég hef sett mér, burt sér frá því hvernig mér líður með það eða fleira slíkt. Og jarðýtan er þrautseigja mín. Ég malla endalaust áfram. Þess að margir sem koma hérna bara, ég er búin að tala þetta 20 sinnum. Ég malla það bara þannig að ég er búin að ýta á undan mér bingnum. Og það virðist vera í þessum bransa þurfi mikið, akurinn er allur í klessu, sko. Þannig að virðist þurfa, og þessu stigi virðist vera mikið þörf fyrir uxa og jarðýtu til að fara að brjóta upp þetta vesen, sko. En ég ítreka að ég er ekki að mælast til ofbeldis á neinn hátt. Ég meira þess að orðaði eitthvað áðan að ganga frá einhverju. Þá kom einhver, ertu að tala um ofbeldi? Já, ganga frá konungi, sagði ég. Það kom strax einhver, ertu að meina ofbeldi, ganga frá honum, skilur. Og ég setti svig og eftir í merkinguna labba frá konungi. Þannig að það er passað upp á mig að ég, sem er frábært, ég mun aldrei, og ef að ykkur er að lesa í orð mín að það sé eitthvað ofbeldishjal, þá er það misskilningur eða eitthvað sem tvíræðu kaldhæðnis kommentum mínum. Og já, þannig er það. Og þeim er líka alltaf komið í þessa grúpu og vegginn og getur kíkt á Víkingadóm líka. Það er bara fokalt það hús, sko. En íslenskir víkingar grúpan, hópurinn, er reddi fyrir spjall og ég hveti, það kom bara strax og ég var mjög fegin með því. Þetta, ertu þá hlynntur fóstureyðingum út af fyrstu greininni þarna? Ég er ekki í svona detail. Sko. Ég hef útskýrt áður, ég ætla ekki að gera það núna. Og það er mjög gaman ef við náum flugi. Og ég vona sannarlega að þjóðveldisfólkið og þjóðveldisvinnan sem var farin, ég vil ekki vera að slökkva neista þar eða skemma, það er frábært stöf sem að sú grúppa hefur unnið, það er frábært stöf, skilur við. Og ég hef aldrei gert neitt annað en að hæla því í hástert, sko. Bara það konsept og svo vinna og svo hugsun er alveg meiri háttar. Og en ég vona líka að þið heyrið það sem ég er að segja þessi tæknilegu atriði. Að því ég veit það að ef þú gefur afslátt á ákveðnum hlutum þá nærðu ekki í gegn. Já, það var það sem ég ætla að segja á munið þegar Pétur og Páll ætluðu að fara að reka út illa anda, munið því. Þeir byrja svona, já, drullu ykkur út hana illa andar.
og þetta allt saman líkingamál, skiljiði. Þá farðu út þarna, illu andarnir. Og þá svöruðu illu andarnir, bíddu, við þekkjum Jesú, en hverjir eru þið? Við þekkjum þig, við vitum ekkert hver þið eru. Af því að þeir voru ekki með ákveðna svona, það eru svo lítill, þetta er svo þunn lína, hvort þú nærð að yfirbuga hið illa eða ekki. Að hið illa, þessi illa andarnir í þessari dæmisögu bara buffuðu þá, sko. Brutu í þeim bein og lömdu þá í klessu, sko. Þannig að það þarf að bíta stálið, sko. Annars það alveg handónýtt, annars það bara þyngd, sko. Það bítur ekki. Og það það sem ég að gera alla daga, í höfðun á mér og í mörg ár, þetta búið verið í 5, 6, 7 ári, alveg frá hruni og aðeins fyrir hrun og alveg þá frá því ég var úrlingur, þá hefur þessi pæling verið í gangi hjá mig. Þetta ekki eins og bara sem að samsæriskenningasmiðirnir hjá Harmageddon. Ég held bara, já, þú finnur bara eitthvað svona myndlíking og þá bara trúir að allt sem þú setur að hugsa sér satt. Þetta nú aðeins meiri vinna en það. Og þetta alveg hárfín vísindi sem ég að vinna í. Og þá var ég ekki að tala um blekkingavísindin, heldur vinna. Þetta getum kallað það svona, í staðinn fyrir vísindi getum við kallað þetta list. Að það veldur mér áhyggjum að þjóðveldið lendi eins og því ég stilt upp, að það lendi í eins og Pétur var ekki Pétur og Páll, nei, hver var það, Pétur og Jóhannes sem voru buffaðir, sko. Þeir voru að reyna að gera þetta sem Jesú var að gera. Það þarf ekki að eins og þeir sem eru búin að vera að reyna þetta Frímann-stöff í dómstólunum, sko. Og það bara, þetta Frúin í Hamborg leikur, sko. Þú byrjar bara Frúin í Hamborg og svo segir já, þá bara ertu búin að tapa leiknum, sko. Að þetta veldi sem við erum að glíma við, þessi dáleiðsla og þessi níðingar konungs, þeir að spila við þig Frúin í Hamborg og þeir segja ekki einu sinni frá því að þú ert að spila Frúin í Hamborg, en allir böðlarnir og níðingarnir eru í þessum leik við þig. Og svo segja þeir hvernig snjórinn á litin? Já, hann hvítur. We got you. Þú bara, hvað meinar? Já, þú ert að leika hérna Frúin í Hamborg. Borga, nú þarftu bara að borga. Nei, ég ekki að leika hérna Frúin í Hamborg. Þetta eitthvað. Nei, þú gekkst undir hérna Frúin í Hamborg þríðningin. Borga, geðu mér landið þitt. Eða við drepum þig. Þetta liðið sem þú ert að glíma. Þetta lögfræði í háskólans. Þetta læra þér í lögfræðinni. Lögfræði í háskólanum Frúin í Hamborg-fræði. Það eina sem þeir læra þar. Það bara að tala Frúin í Hamborg daginn út og daginn inn. That's it. Ef þið farið í dómsal þá það bara Frúin í Hamborg alveg allan daginn, sko. Og ef þið farið í viðskiptadeildina eða hagfræðideildina eitthvað svoleiðis, það bara verið að spila Matador allan daginn. Það enginn að segja þér að þú settir Matador, sko. Þeir var bara að taka og hirða þér hótelin og allt drastlið og lemja þig og eftir með eitthvað kjátt, sko. Það ekkert verið að hafa fyrir því að segja að þú sért í eitthvað svona leik, sko. Og svo ert þú bara niður á Austurvelli bara, ég að vinna í handbolta. Ég alveg að fara að vinna þennan leikaldi. Já, við erum alveg, þetta bara vanhæfir þjálfarar, sko. Við erum alveg að fara að vinna, sko. Svo hitt liðið bara á Laugardalsvellinum, sko. Það ég búin að segja eitthvað. En allavega, þakka ykkur fyrir komuna og ég þarf að brýna ykkur með stuðning. Þetta ekki cool, sko.
og það er PayPal hérna undir og upp út allt og auðvelt að finna hann. Og og endilega verið með í öllu sem að fara í gang og látið ekki ljúga að ykkur áfram. Reynið að komast út úr Truman Show. Farðu og leigið í Truman Show. Sjáðu hvernig stúdíóið þegar Truman vaknaði og vildi fara út, þá sagði stúdíósjefinn: nei, við eigum hann. Keyptum hann af foreldrum hans. Pældu því. Það er ígildi fæðingarvottorðsins. Þetta er allt saman hana. Þeir voru að tala einhvern tímann að bæta við bókum í Biblíuna. Ég legg til að þeir bæti við Truman og Lord of the Rings og Matrix við Biblíuna. Ég kjátti alls þar út úr húsi. Kristnu vini mínur alveg bara: Axel, shut up! Jæja, ég er búinn að þreyta ykkur nú. Send á PayPal. Já, ég blasti ykkur. En svo er gaman að þessu. Ég hef gaman að húmor og ég hef gaman að bröndurum og ég hef gaman að því að stíga glímuna við menn eins og Harmageddurnar, vini mína. Og þið sjáuð allir hinir fjölmiðlarnir þora ekki einu sinni að koma nálægt mér. Þetta eru það huglausar hænur sem hafa tapað höfðinu einhvers staðar á leiðinni. Og ég virði Frosta á Mána og ég virði Markús og Jóa fyrir einfaldlega þorið að hringja í mig og tala við mig. Af því að ég er með svakalega byltingarkenndar hugmyndir og eflaust verð ég krossfestur, það veit aldrei neitt. Það virðist vera rútínan í þessu. En krossfestingin var hugsanlega líkingamynd upp á að krossfesta hugmyndina, ekki manneskjuna. Það er mögulegt. En takk fyrir komuna og góða nótt.